Já, velkomin að Rauðaborðinu. Það margt í boði eins og vanalega. Hérna aftast í þættinum kemur hann Bergsveinn Birgisson og segir okkur frá Þormóði Torfasyni, stórmerkilegu manni sem að flestum gleymdur. Fréttir vikunar eru mögulegt gengjastríð í Reykjavík, ofbeldi á götunum, viðbúnaður lögreglu til þess að ræða þau mál í framhald af því sem að við ræddum við Helga Gunnlaugsson hér í gær. Koma hinga tveir menn, það Fjölnir Sæmundsson, hann formaður félags lögreglumanna, til að ræða við hann löggæsluna og kannski þessi frumvarpsdrög Jóns Gunnarssona sem að hann fekk samþykkt í ríkisstjórn í morgun, en líka kannski aðbúnað lögreglunar á svona undanförnum árum, hvernig hefur verið staðið að fjárveitingu til hennar. Tolli Mortens, hann hefur starfað með föngum á Litlahrauni og ég held hann sé á leiðinni það hann hingaði í bæinn. Hann hefur þekkir vel til fanga og afbrotamanna og ég ætla að ræða þessi mál og hvernig svona umræðan hefur þróast við Tolla hérna líka á eftir. En eins og vannalega þá byrjum við á fréttum dagsins sem eru hvað, ekkert sérstakar eða? Jú, Já, það er svona eitthvað. Eitthvað í fréttum. Eitthvað í fréttum, en það er svona... Skjóttu eins og sagt Það var svona kannski frekar döft yfir þeim. Það með fannst það, því að ég ætla ekki að trufla þig, en í kvöldfréttunum á RÚV, þá fannst maður svona, heyrði maður alveg, það verða svona tína upp svona hlutir, gamla syndir, til dæmis var langt viðtal við Sólveig Önnu, sem eru viðbröð við því að þegar Efling birti kröfugerðin, þá var ekki rætt við hana, heldur eitt löngu tíma í að ræða við formann BHM til dæmis. Þannig að það var einhvern svipur á fréttunum að það var svona tiltæktadagur á RÚV. Já, tiltæktadagur, það voru svona bæta aðeins fyrir gamla syndir. Já. En hvað er í fréttum? Herðu, það er kannski fyrsta sem ég vil nefna, það eru samtöku veitingamanna, óttast að greinin leggist bara á hliðina ef að laun hækka mikið meira. Get ekki borgað í laun? Nei, og þeir vil ekki kannski fara í svona þeir vil ekki nýja lífskjarasamninga eða hérna, þeir vilja í rauninni eða sveit félagið sveit hvað sem Aðalgeir Ástvaldsson framkvæmdastjóri þetta heitir samtak fyrirtækja á veitingamarkaði sveit. Hann hann líst ekkit á stöðuna en hann líst í rauninni ekkit á kröfur Eflingar og verður ekki bara að loka? Það er spurning hann óttast að þetta verði bara ríðið að fullu Einhvern tímann var það sagt að það veri munur á atvinnumarkaðnum í Norðurlöndunum og Íslandi. Norðurlöndunum væri þannig að það veri rekin hálaunastefna og þau fyrirtæki sem ekki réðu við það eru það bara að fara. En á Íslandi væri rekin láglaunastefna þannig að starfsfólk sem ekki geti lifað á láglaununum, það er það að fara og flýja land. Það er svolítið merkilegt. Ég upplifði það nú bara með veitingastaði eins og í Þýskalandi þar sem ég dvaldi tíma á þessu ári að þar voru sumi veitingastaði bara opni suma daga vikunar, kannski 3-4 daga vikunar. Svo bara lokað. Þetta er veitingastaðir ef þeir eru svona 40-50 borð, þá var það yfirleitt einnar fjölskyldu veitingastaðir. Og þeir ganga ekki nema fjölskyldan vinni þarna. Þetta var svoleiðis staður einmitt manni. Og það sem þetta er svona smáborgarlíf, að þeirra kreppir að þá lifir fjölskyldan af og bara borðar á staðnum og dregur saman seglin og vinnur bara meira sjálf. Svo kemur kannski aðeins skárri tíð og þá hafa það aðeins betra. En leiðu komið svona stað og reynir að hafa opið alla daga. Ég hefur opið á sunnudögum og mánudögum, oftast eru lokaðir á þeim tíma. En þá þetta komið tvöfaldavaktir og þetta komið gríðanan kostnað og þessi viðbót þessi 2 auka dagar sem þú færð stendur ekkert undir þessu. Ég hef aldrei skilið að hverju íslenski veitingastæður alltaf að reyna að vera svona í business módelinu í staðin fyrir að reyna bara að vera í fjölskyldurekstrinum. Fjölskyldumótinu. Þessi stað var held ég með lokaður og sundum og miðvikudagum eitthvað svona. Það er bara algengar en ekki og þú getur bara séð það í hendi þér að staðu sem er kannski ekki með fleiri en 40 eða 50 sæti hann stendur ekki undir tvöföldu vöktum, tvöföldu setti af kokkum og þjónum en ég til fyrirbyrði sem myndir atvinnufélagið sem á að vera svona félag fyrir smærri fyrirtæki sem ég vil Sigmar Viljánsson sem var í 70 mínútum
Já, hann stofnaði þetta með fleirum, en það eru líka til dæmis Þorkell Sigurlaugsson sem var framkvæmdastjóri á Eimskipi gamla dag, hjá honum Herði, var stuðningsmaður Gulla, sá ég í landsfundin. Þannig að það er alls konar svona stofnanavætti sjálfstæðismenn þarna með. Hans kröfur, hann hefur komið fram með þetta, að því hann rekur veitingastæði. Hann vill að verði jafnaðarkaup. Þannig að megi borga dagvinnulaun á kvöldin og á nóttinni. Já, ætla að segja ekki eitthvað þannig líka sem að þeir eru að tala hann í sveit. En ég veit ekki hvað þyrfti að ganga á til þess að verkefnishreyfingin myndi taka mark á þessu kröfum. Já, akkurat. Ég veit ekki hvað. Einmitt. En þannig er það kannski bara of mikið af stöðum, kannski er of ódýrt. Kannski, hver veit. Það þarf allan að þeir þurfa eitthvað að skoða þetta. Heyrðu, svo er það málana þessi dagana, þessi glæpagengi og hvaða áhrif, nú eru bara dómstólarnir alveg að slegast og fangelsin yfir full og hvað er 60 í gæsluvarðhaldi? Já, 60 og eitthvað held ég. 60 eitthvað? Já. Það var 30 í einu máli, þannig að það kannski kröfum gæsluvarðhaldsúrskurði hefur fjölgað rúmlega 44% það sem afir á þessu ári með við síðast ár og þetta er bara, og þeir eru bara Dómsmálaráður er komin í stríð. Og dómsmálaráður er komin í stríð og hann fekk frumvarpið sitt núna í gegnum ríkisstjórnina. Það var svona vafkilegt, það var eitthvað líka sett inn í það að eftirlit með lögreglunum myndi aukast. Aukast, akkurat. En Fjölnir sem kemur hann eftir, hann er fyrirverandi varaþingmaður VG. Ég spyr hann hvað þetta sé VG-mál. Þú spyr hann út í þetta. Já. Veit ekki hvort hann er í VG ennþá? Nei, ég held að hann eftir í framboði, ég spyr hann því. Heyrðu, traust til ráðherra, það fer svolítið upp á niður núna, samkvæmt niður í könnun Maskinu. Já. Þetta er það eru 46% svarandi að segja að spila mikið traust til Ásmundar. Hann er fyrir ofan Katrínu. Hann er sigrar þessa keppni. Og Lilja Alfreðsdóttir neðst. Já. Sem hún hefur ekki verið þar áður. Einu sinni var hún efst. Já. Stuttu eftir Klaustursmálið. Já. Ég náði ekki að skoða þetta. Dramatíska viðtalið. Ég náði ekki að skoða þetta. En ég lék mér samt að reyna að greina traust til ráðherrana eftir flokkum. Já. Og þá sé ég að Bjarni, hann hækkar aðeins frá síðast, en það var alltaf svo neðarlega að gæti ekki annað hækka. Síðast þegar var spurt, það voru 71% sem treyst honum ekki. Já. Það var stuttu eftir að Íslandsbankasalan sprakk í andlitið á honum. Núna er það 62%. En þetta er andstaða sem er svona á pari við þegar Nixon yfirgefur Hvítahúsið. Þetta er þannig. Já. Það er eiginlega engin leið á því að lifa þetta af. Nema að þú hafir stuðning þíns fólks og ef maður skoða Bjarna hvaðan hans fær stuðningin, þá eru 74% sjálfstæðismönnum sem að styðja hann. Hann hefur þannig stuðning. Já, en næstir kemur Framsóknarmenn með 25%. Þannig að hann næri ekkert út fyrir flokkin. Já, og ef maður skoða kannski eins og Viðreisn sem að væri svona sóknarfæri fyrir sjálfstæðisflokkin, það eru bara 10% af fólki sem styður Viðreisn sem að treysti Bjarna. Já. Þannig hann er eiginlega alveg lokaður inn í sínum flokki og sömuleyti var það alveg rétt sem að Guðlaugur Þór sagði. Guðlaugur hins vegar þetta gert eftir að hann býður sig fram og þannig hann er margir sem að hugsa þegjandi þörfina af sjálfstæðismönnum. Hann fær bara 60% fylgi meðal sjálfstæðismanna eða traust. Hvaðna er hann langt? Hann fer upp í 44% á miðflokknum sem er náttúrulega óanægt sjálfstæðismenn en hann fer í 40% á Framsókn. Já. Má ég tala fleiri sjálfstæðismenn? Til dæmis Áslaug Arna, hún er með 72% á sjálfstæðismönnum og Þórdís Kolbrún er með 68%, þannig að Áslaug Arna er aðeins ofar þar. En hins vegar ef maður skoðar hvernig þær skora hjá fylgjöldum annara flokka. Já, það er nú svo forvitnilegt. Já, þá er Þórdís svona með ívið, það er mjög líkar það er með ívið svona betri stöðu. Já. En Jón Gunnarsson, maður dagsins og vikunar, leiðtogi ríkisstjórnarinnar eiginlega í öllum málum. Já, eins og það er bara 53% sjálfstæðismanna sem treysta honum. Já. Er einhverju sem treysta honum? Já, hann er með meira skor hjá miðflokknum, en er hann bara eins og miðflokksmaður. En Framsókn?
Framsóknar þá var hann með 31, hann er með 55% af miðflokknum, 53% sjálfstæðisflokknum. Er hann með eitthvað hjá Viðreisn og Samfylkingu? Nei, 5% hjá Viðreisn og 4% hjá Samfylkingunni. Það er bara svona, alltaf ekki til eitthvað svona setur kurteisfólk sem að vil bara styðja ráðurina. Katrín, hún er náttúrulega svo sem kennst næst í að vera bara með sértrúarsamnúð, 96% af VG tristinni. Já. En svo skulum við byrja, hvert sækir hún annað fylgi sitt? Að þá er það til Framsóknar 64, Sjálfstæðisflokks 63, Viðreisnar 42. Þetta er allt hægri flokkar. Þannig að það er ekki lengur þannig að hún sé svona óumdeildur leiðtogi á vinstri væng stjórnmálana. Það er bara ekki þannig. Þannig að hún hefur svona eins og Ólafur Ragnar eiginlega skiptum stuðningsmenn. Og það er svona Ásmundur, hann náttúrulega nýtur breiðasta stuðnings. Það hefur ekkert heyrst frá Ásmundi? Nei, ekki nýlega. Ekkert heyrst frá hann nýlega. Hann er 73% inn í Framsókn og svo er það bara hann með 72% í VG, hann kom náttúrulega úr VG og hann er með 61% í Sjálfstæðisflokknum. Hann er bara hann neðstur sko hjá sósíalistunum, 24%. Já. Þannig að þeir eru helst sem að... Finnst þetta ekki skrítið? Nei, mér finnst ekki. Og Sigurður Ingi, hann er með svipað, þeir eru jafn vinsalir inn í Framsókn. En Ásmundur nær miklu víðar heldur en Sigurður Ingi. Þetta er svona helst að ég var nú svona að dunda mig við það í kvöld að skrifa svona þetta. Þetta er ekkert merkilegt mál. Þetta er nú alltaf svolítið forvitnilegt að skoða þetta út frá öðrum vinklum. En mér finnst þetta vera í þessu að Bjarni Benedikt sjálfstæðismenn voru eiginlega að velja þessu Vittlason formann. Já, núna daginn mennur þeir hefðu átt að velja. Já, ég meina, hann nær bara, það er eiginlega, þeir eru að kjósa það, að halda bara óbreytt ástandi, að vera með flokkinn í þessu stöðu. Einmitt, akkurat. Herðu, áfram kannski aðeins við erum að höldum okkur inn á þingi eða í kringum þingið, það er Íslandsbanka salan. Það er framhald náttúrulega og það ganga skotin á þingi núna milli aðalega Pírata og sjálfstæðismanna, en svo eru komni svona einhverjir útsendarar með hinar og þessar skoðanir og greinar. Er ekki sjálfstæðismenn að saka Pírata að maður leggja í skýrslunni eða? Eins og það skiptir ykkur máli, eins og það skiptir ykkur máli, 12 tími fyrr. Einmitt. Já, hvað er útsendarar? Svo er það sko, það er aðstofaritstjórar Euromoney, hann gagnrýnir núna nýlega skýrslu Ríkisendurskoðunar sölu hlut ríkisins í Íslandsbanka. Euromoney er sko... Mark Baker. Já. Sko, viðskiptablaðamennska er sett að fyrirbrigði. Euromoney gefur út svona tímarit sem að fyrirtæki og fjármagnseigendur kaupa. Þannig að þetta er bara fjölmiðlun sem er búin til í kringu þeirra skoðanir, alveg eins og íslensku viðskiptamílarnir, viðskiptablaðið, Innherji, viðskiptamokkin. Þetta er, í gamla dagar voru við að kvart yfir því að sko íþróttablaðamennskan væri svo léleg á Íslandi, að þeir stæði alltaf bara með, þú veist það er alls konar fréttir sem kom úr íþróttafréttunum, en það var alltaf sko bara almenni blaðamenn sem skrifuðu það eins og í kringum KSÍ-málið og svona, þeir réð ekki við það, þeir stóð alltaf með íþróttafólkinu gegn almenningi. Og þannig er náttúrulega viðskiptablaðamennskan á Íslandi. Þeir standa bara með fyrirtækjunum. Það er bara þannig. Og en þú finnir hann það, ég nefndi hann Innherjar hann Hörður. Já, Hörður Ægisson er hann líka að skrifa. Svo eru þeir oft með svona podcast sjálfur, ég hlusta svolítið á þetta, og dagmál á mokkanum, og er alltaf að bjóða okkur öðrum. Þannig að þeir eru eiginlega þrír saman, Hörður, Einar, Stefán. Stefán Einar Stefánsson. Og hann sem var aðstofamaður. Gísli Freyr Valdorsson. Já, sem var aðstofamaður Hönnubinu. Þannig að þeir ferðast á milli podcastana og er að tala hvað allir séu vittlausir, hvað Píratarnir eru vittlausir og allir sem að gagnrýna Íslandsbankasöluna skilja bara ekki málið. Og þar lendi þjóðin, sko, það var 81% af þjóðinni sem var á móti þessari sölu. Þannig að þeir eru alveg á því að sko, þessi 11% sem að studdu söluna, það var alveg rétt fyrir sér. Allir aðrir eru bara, skilja ekki málið. Allir eru bara fíbl og fátar. Fattir ekki. Nei, akkurat. Já, einmitt. Það verður forvitnilegt að vita hvað þetta helst lengi í umræðinu og hvað bara gerist, hvort eitthvað gerist í framhaldinu. Ég fylgist með HM, það horfi ekki á það, ég fylgist með því. Já, það gerist svolítið merkilegt í morgun. Sádi-Arabía vann Argentínu og í fótboltanum er það þannig að elska allir sko underdoginn sem kemur, svona elsku allir Ísland á sínum tíma þegar þeir voru að keppa í stormótum og vinna stóra þjóðir.
Nú Sádi-Arabía orðin sá minni máttar. Já, í mótinu sem að fer fram í Katar og enginn almennilega meikar að sé í Katar, þannig að það er svo vond stjórnvöld. En ef að Katar eru slæmir sem eru, að þá Sádi-Arabarnir sko 1000 sinnum verri. Þannig að nú eins og Sádarnir lentir í því að vera eiginlega svona venjulegum kringumstæðum, þá eiga allir að elska þann sem að þetta er næstlélegasta liðið svona á listan með FIFA, að Ghana í lagara. En unnu Argentínu. Já, bara öruglega. Eða þú veist svona, 2-1 og ég held að það hef aldrei verið í Argentínu, menn voru ekkert að finna leiðina á því að brjóta það niður. Nei, einmitt. En það alveg, það gengur... Getur haldið með Sádi-Arabíu? Ég ætti mjög erfitt með það, sko. Með fána, græna fána? Ég myndi bara vera á hnénu eða eitthvað. Nei, ég segi svona, það eru búin að vera alls konar svo merkilegt hvernig þessi íþróttahreyfing núna og náttúrulega þetta mót og Asíumóti sem var daginn, þetta er bara logandi í sko pólitík og mannréttindabaráttu Það er svolítið mismunandi. Íranir eru að mótmæla á eigin. Með svona Vesturlandabúarnir eru svolítið eins og þessi að bíða eftir því að knattspyrnusamband síns lands viðurkenni að það sé ókei að mótmæla. Já, þetta er mjög sérstakt sko. Núna er þýska verslunarkeðjan Rewe ákvaði dag að rifta auglýsingasamningi við þýska knattspyrnusambandið fyrir að berjast ekki gegn banni FIFA á því að bera fyrirliðabandið til stuðnings hinsegin fólki. Það er svona regnbúa fyrirliðaband. FIFA hefur sagt að breytt í reglunum að það er því gefið gullspjald fyrir þetta. Sumir að benda á að okkur bara takar ég held að gullspjald. Já, okkur takar það ekki bara. En þýska sambandið ætlar að kæra FIFA, þeir ætlar að fara bara einhverja og móti verið búið þá sko. Já, þetta verið löngu glemt sko. Mér finnst skrítið sko að Vesturlandabúarnir sem eru alltaf að tala sín gildi og svona. Það er svo þeir sem alltaf bíða eftir því að verði búin til leið til þess að mótmæla það sem er viðurkennt að mótmæla. En eru það mótmæli? Það eru kannski ekki mótmæli. Það er ekki svona borgaraleg óhlýðni mótmæli, skilur. Það er ekki svona punk í því sko. Þeir sem hafa mótmælt innan íþróttarhreyfingarna að fengi vont fyrir. Þannig að, hvað heitir hann, Colin sem að Colin Kaepernick sem að fór á hnéð. Já. Hann vildi ekki fór á hnéð þegar þjóðsökur var. Já. Og bjóti þá hefð. Já. Hann var rekinn, hann spilaði ekki fótbolta til það. Nei, einmitt. Hann er bara búið til heimildarmyndir. Já. Það var fleiri verið þarna. Peter Norman, ástralski 68. Löparinn. Það var margir eftir þessu að þegar þeir sá sem að vann og sá sem var í þriðasæti voru svartir bandaríkjamenn. Já, Tommy Smith og skiptu með sér pari af svörtum hönskum og héldu endinni á lofti. Já. Þeir fengu eitthvað bátt fyrir hjá Alþjóða Ólympíunefndinni en þeir voru náttúrulega hetjur í sínu heimalandi. Já. Norman, hann var með svona merki þar sem hann studdi bara jafnrétti sem er bara við sómasamlega að gera. Já. Þetta voru bara hans félagar og þeir voru að mótmæla og hann setti á sig svona merki jafnrétti á Ólympíuleikunum. Hann sko var eiginlega gerður útlæður úr ástralskri íþróttarhreyfingu og þeir eru núna bara rétt fyrir nokkrum árum að þá byrjuðu ástralar að fjalla þetta. Hvort það væri ekki að reisa einhvern veginn við mannorð þessa manns sem hafði eiginlega frá 68 þannig að hann dó held í 2006 eiginlega var að hálfgerðu útlægi í Ástralíu. Og hann gerði nú ekki meira en að mótmæla þessu. Nei. Þannig það vantar kannski, erum við að byggja svona eitthvað spönk í mótmælunum þarna? Já, það þarf eitthvað spönk í þetta. Heyrðu. Svo kannski eitt sem að fótboltana, því að ég var að tala um underdog og eitthvað svona. Að einhver leiti sagan á vellinum alltaf það. Liðið sem að rísu upp, verður sterkar en einstaklingarnir og eitthvað svona. Ég veit ekki hvað þessi heimskulega íþrótt ber mikla pólitík, ég bara veit ekki alveg. Þetta er svolítið svona fyrir þig svona eins og að horfa á óperu, eða ekki? Horfa á fótbolta? Já, horfa á fótbolta. Jú, hann reynir svona þolum með hana, það er svona seigfljótandi. Þetta er í grunni leiðilegt, sko. En það lætur það hafa. Já, það mér er oft skaman að eiginlega skemmtilega að lesa sko vondarbækur heldur miðlungsskoðar. Það? Já. Ég er svolítið þess. Við erum komin alveg, við erum ekkert skarra rúf, við erum komin út fyrir öll tímamörk þrátt fyrir að sé ekkert að frétta. Nei, bara síðasta frétt, vopnaframleiðendur eru beðnir að bretta upp ermarnar
Ekki geri ég það. Nei, Kaupaðu NATO, það eru svona einhverju kallar í kringum NATO sem eru að biðja að það verði til aftur svona eins og var hérna í kaldastriðinu, einhverju vopnalagir. Já, það er búið að skjóta öllum, það er búið að senda það til Úkraínu og það er búið að senda skjóta allt til Úkraínu eða það bara, þeir vilja meira. Þannig að þeir eru svona eins og dómsmálaráðara. Já. Þannig að þá er það bara tæmt held ég í bili. Við ætlum að halda áfram að tala fréttir dagsins því að hinga koma á eftir. Fyrst kemur hann Fjölnir Sæmundsson sem er formaður landsabas lögreglumanna held ég, heiti, frekar en félag lögreglumanna. Og síðan kemur hann Tolli Mortens sem að vinna með föngum og afbróða fólki á Litla-Hrauni. Ég held að hann hafi verið að koma af Litla-Hrauni nú áðan. Fjölnir kemur þetta augnablik. Já, það er von á nýjum lögreglulögum sem eykur heimildir lögreglunar til ýmsra hluta og hann er hingað kominn til þess að ræða það og fleira. Fjölnir Sæmundsson, vertu velkominn. Takk. Sko það sem mér langar að byrja fyrst á því að við erum ofta að tala svona veika innviði og þú kannast við það. Þannig mér langar aðeins að byrja á því að spyrja hvort að það hafi verið málið með lögregluna að hafi verið skorið niður til löggæslumála á undanföllum eða svona frá hruni eða kannski frá alltaf bara þessu öll. Það var náttúrulega skorið mjög mikið niður strax eftir hrunið sko og við erum kannski búin að vera að reyna að ná okkur svolítið upp eftir það. Við vitum auðvitað að peningur löggæslu fór fyrst eftir hruni í rannsóknir sko, ekki almenna löggæslu. Ég veit ekki hvort það er þetta tala beint að skorið niður heldur bara svo aukningin sem hefði þurft að koma með auknum mannfjölda, fleiri ferðamönnum og bara flóknara samfélagi, hún hefur ekki komið. Og ég til dæmis með tölur sko, ég var nú með þær haustum, en ég var með tölur við fjölda lögreglumanna frá 2007 til 2022. Það voru fleiri lærðir lögreglumenn árið 2027. Samt eru okkur fjölgað sko 60-70.000. Já, einmitt. Þegar við erum árið 385.000. Það eru samt fleiri lögreglumenn sko við störf, en það eru ófaglærðir lögreglumenn sko. Við erum með 60 ófaglærðir lögreglumenn sko við störf núna. Og hvar eru þeir? Já, þeir eru bara í Reykjavík og Selfossi og ég get orðið lögga? Já, það er smá námskeið og það er svo mikill skortur á lögreglumönnum. Já, ég vissi þetta ekki. Þannig að fjöldi lögreglumanna hefur aukist eitthvað en fyrst og fremst þá með ófaglærðum. Já, en ekkert í líkingu við það. Við mannfjöldan og bara. Umferðin á göttunum, það er náttúrulega gríðarlega aukning á bílum á þjóðvegunum. Já, mann sér við ferðamönnum, erum við ekki að ná upp í 1 milljón ferðamenn aftur, sko. Já. Og ég hef svona gert grínaði, sko, við erum alltaf ef við náum góðum árangri í löggæslu, til þess að það er minnur hraðakstur og færi stöðunarskyldubrot. Akkur er það að því fólk keyrir hægar eða að því löggan er hvergi. Það sé ekki færi brot. Það er ekkert endilega færi brot, þannig að þú þekkir það alveg, þú fara aðeins í magan eða þú mætir löggubíl á þjóðveginum og slæra aðeins af, sko. Þannig það er líka þessar forvarnir í því að lögreglan sé bara á ferðinni. Sko. Það er svolítið dýrt, bara til að stoppa mig. En þú veist, en ef þú sérð sko lögreglu reglulega, og eins og einhver sagði, þú sér ekki gangandi lögreglumann lengur, nokkuð staðar.
þannig að lögreglan líka sko bara inn í bílnum, sinni verkefni, næsta verkefni, þannig sko ég svona sagt, mér finnst að þurfa sko fjölga lögreglumönnum svo þau verði meiri hluti af samfélaginu. Já. Séu líka sko bara 17. júní að lappa upp á milli fólks og helsa litlum börnum og byggja upp þetta traust sem þarf að vera sko. Ég held það. Og tengis kannski hinu að þú heldur að þessi forvarna gildi í því varðandi stærri afbrot að lögreglan sé sýnileg. Ég held það. Þannig almenn löggæsla að hún tengist hínu, hún er ekki svona auka. Nei, hún tengist líka bara byggja traust hjá krökkum og unglingum sem skila sér svo áfram sko. En þegar að stjórnvöld fara að ráðstafa peningum, þá vilja það ráðstafa peningum í eitthvað sem er vinsælt og vekur athygli. Já. Það er eins og Jón er kannski gera núna, en það er líka rannsóknin eftir hrunið sem að fór í það. Jú, akkurat. Þannig að það hefur setið kannski eftir hinn almenna löggæsla. Hún hefur dálítið setið eftir og þetta hefur dálítið verið svona átaksverkefni. Þú þekkir þetta alveg úr fjölmiðlum sko. Það farið svona átaksverkefni í lögreglu. Já, nú er átaksverkefni í kynferðisbrotum, setjum mikinn pening í kynferðisbrot. Nú er átaksverkefni í skipulagðri brotastarfsemi, setjum mikinn pening þar. Þannig að þetta er alltaf svona átaksverkefnum staðin fyrir að sé bara svona, lögreglan sé bara stækkuð svona hægt og bítandi og þá inn út frá einhverjum faglegum sjónarmiðum sem er inn í kerfinu. Það er ekki gott að hafa yfirmann sem að gerir bara það sem er til vinsælda falli fyrir sinni. Nei, það er nú það. En kannski, ég veit ekki hvort það er til að vinsældir, en kannski er þetta krafa samfélagsins í hvert skipti sem er þá verið að bregðast við, sko. Já. En það er slæmt að þurfa alltaf, þú veist, að bregðast við með svona átaksverkefnum, að þetta sé bara ekki í lagi. Já, ég lít þannig á. En þið sem félag, nú eru þið sem að sinni þessu, eru þið með einhverja stefnu eða einhverja hugmyndur hvernig það eigi að vera? Í landssambandið? Já, við erum, það er þetta, en sko, svo er þetta svolítið erfitt af því að ég get ekki beint tala fyrir lögregluna, heldur bara lögreglumenn, sko, skilurðu, þannig ég er alltaf bara að hugsa um þeirra hag og öryggi og þannig, en já, við lítum þannig á, sko, að þú veist, við til þeim að stefnu, það ætti aldrei lögreglumann að vera einn í lögreglubíl sem gerist á Íslandi, sko, og líka þetta, sko. Er það út af örygginu? Það er út af örygginu og líka, sko, ef einhver maður eins og gerist helgar, einhver brjálast heima hjá sér og ákveður að lemja fjölskylduna, þá er miklu meira öryggi að koma 3-4 lögreglumenn á staðinn og þá verði engin átök. Heldur að koma 1 eða 2, skilur. Þá gæti brjálaði maður farið í átöku í lögregluna. Já, eða þeir eru fáir. Já, ég lít þannig á, sko, ég þekki það líka alveg, sko. Þannig ég hef stundum sagt, sko, kannski það lögreglan í rauninni til að tryggja öryggi vera aðeins ofmönnuð stundum. Hún þarf stundum að fá að vera eins og slökkulið bara á sofandi vakt og vera tilbúin, sko. Já. En núna eru konar fram tillögur að auka löggæslu. Já. Fyrst og fremst til þess að við sem viðbragð við skipulagðri glæpastarfsemi. Já, akkurat. Rýmar þetta við ykkar upplifun lögreglumanna? Já, þetta er... Ég ætla ekki að byrja andmæla aukinni löggæslu. Nei, þetta rýmar alveg okkar upplifun. Ég held að það verið 2006 sem að var fyrst byrjað að skrifa sko frumvörpum og leggja drög að þessu og við sem landssambandi sendur nú inn jákvæða umsögnum þetta frumvarp sem Jón er með, sko. Sko, ég held að lögreglumennir finna það bara í sínu störfum, sko, að þetta er svona erfitt, sko, umhverfi í þessum alþjóða glæpaheimi hafi ekki sömu heimildir og önnur lönd, það megi ekki skiptast á upplýsingum við Danmörku eða Svíþjóð eða Þýskaland. En það er það sem heitir greiningadeild hjá ríkislögreglustjóra. Það væri hún sem var að fá þessar heimildir, sko, það var ekki lögreglun í Reykjavík eða á Dalvík eða eitthvað heldur. Eða þú ert ekki eitthvað á Suðurlandi? Já, ég var þar, ég er komin til Reykjavík núna í rannsóknir. En þú veist, þannig að við erum að tala að þessi greiningadeild fái þá þessar auknu heimildir. Heimildir til að gera hvað? Já, til að fylgjast með fólki sem er grunaði glæpi. Við getum tekið dæmi að manni sem við vitum að býr hér í risastóru húsi, eitthvað sem er bjóðsendakverfi. Og ef við fáum, sko, að allar hans gaskíslur og ber allt saman, þá sjáum við að hann hefur ekki nokkra tekjur þessi maður, ópenbarlega. En hann fullt á bílum, hann á fyrirtæki og sko þetta væri eitthvað sem myndu grunum skipulagða glæpastarfsemi og þá hefði lögreglan heimildir til þess að fá gögn frá öllum stofnunum, bæði hérlendis og erlendis og til að kortleggja betur getur verið að þessi maður hafi viðværi sitt að glæpum.
Þetta er eitt dæmi. En hefur ekki skattaeftirlitið þessar heimildir? Jú, en sko, að hann borgi ekki skatt, sko. Já. Það er rétt. En sko, lögreglan sko hefur ekkert heimildi til að hringja bara í skattin og fá skattskýrslur. Nei. Við erum alls konar girðingar sem eru auðvitað góðar, sko. Þú veist, ég skil alveg þetta, þú vilt ekki að lögreglan getur bara komið inn til þín og snúða öllu við. Ég líti ekki þannig á að þetta frumvarp sko, sé að heimila lögreglu að hlera hvern sem er, hvenær sem er eða er að gera hvað sem er sko. Og meðal annars sko, þegar þetta frumvarp kom fyrst fram eða hugmyndir það, þá var lagt til að Alþingi myndi stofna 5 manna eftirlitsnefnd sem var 5 þingmenn í sem hefðu þau eftirlit sko. Því að sko svo er annað, mér finnst þessi sko, ég hef nú sett út af þessa nefnd eftirlit með störfum lögreglum, ég finnst ekki mjög virki í sínum störfum og svona það þarf að styrkja hann einhvern veginn. Það er gert ráð fyrir því í frumvarpinu. Ég nefndi áðan að það hljómaði svo eins og það hefði verið krafa frá VFG. Þú varst varaþingmaður VFG. Já, VFG, já. Er þetta krafa frá VFG að styrkja eftirlit með lögreglum? Já, það er það alveg klárlega og ég hef nú sett út á það til dæmis að það sé mjög skrítið að skipa nefndu eftirlit með störfum lögreglu og það er allt saman sko flokksmenn sjálfstæðismenn, varaþingmenn eða fólk sem starfar þar sko. Það þykir það mjög skrítið ráðstöfun sko. Hvernig er valið inn í nefndina? Ég hef ekki hugmynd það. Ég vantilega hefur lögmannafélagi fengið að setja eitt þarna inn og svo ráðuneytið setti þennan skúla þarna inn sem að þeir ráka eitthvað annar staða frá, ég man ekki alveg hvernig það mál var. Svo veit ég ekki hvað nú kemur þarna Þorbjörg eða eitthvað. Það er enginn frá lögreglunni í þessari nefnd sko. En nú að hafa eftirlit með lögreglunni? Já. Þannig það er kannski eðlilegt að sé ekki lögreglunni. Já, ég er að segja það sko, lögreglunni er ekkert en það væri kannski sko bara sterkara þá að, eins og kannski við elnið, það væri bara þingnefnd sem hefði þá bara þetta eftirlit, ef við erum auknar heimildir, sem hefur þá bara völd til að kalla fyrir og fylgjast með sko. Það er gert annað í þessu frumvarpi sem er vopnaburður, rafmagnsbyssur. Þið hefðu viljað fá það? Ég kalli þetta ekki rafmagnsbyssur. Nú, hvað heitir það? Ég kalli þetta rafvarnarvopn. Rafvarnarvopn? Já. Ég veit hvað Jón kallar framvirkar, sem eru eins og þetta njósnir, svo framvirkar rannsóknarheimildir. Nú kallar þetta afbrotavarnir. Já, akkurat. Þetta er svo hratt njúsbygg í gangi. En kannski fyrstilega þetta er náttúrulega ekki beint byssur, sko. En þetta er svona raftæki sem skýtu 2 pinnum sem er í þræði, sko. Já, með gikk. En þarna, sko, eins og ég tala þetta, þá er ég alltaf að tala þetta sem varnartæki, sko. Og þarna... Kakvært manni sem er minn híf, til dæmis. Já, til dæmis. Og hefur verið að vitna í breska heimvarnarráðuneytið sem fullir í skýrslu að í 80% tilveitla sem lögreglan bara segir við tökum taser, að þá verða ekki átök. Þá leggur við komandi frá sér hnífinn. Það vil ekki fá þetta í sig. Já, og þetta hefur dregið, segja þeir, og líka kollega minn í Norðurlöndum, mjög mikið meiðslum og fólki, ekki bara lögreglumönnum, heldur bara fólki sem lögreglan þarf að afskipta af, sko. Auðvitað væri það best, sko, ef við erum með valdbeitingastig í lögreglunni og fyrsta skrifi valdbeitingastiga er röddin. Skilur, þannig að þú átt fyrst að gefa fyrirskipanir og samkvæmt lögreglulögum þá er allir að hlýða þér, en svo gerist það auðvitað ekki, sko. Nei. Þannig að þetta er svona... Gerist oft samt? Gerist oft, en þetta það er unni litið á þetta svona, næstu því eins og langa kylfu, þetta er á sama staði í valdbeitingastigunum. Langt frá byssunni. Já, langt frá byssunni. Þið hafið heimild til þess að hafa byssu í bílnum, eða ekki? Jú, við hefum það. Þið megið ekki hafa, hvað kallar þetta, rafvarnarvopn, eða taser, þetta er taser, já. Þið megið það ekki? Nei, en það er... Og þú til að vera framför að fá það? Já, þetta er náttúrulega þannig að lögreglum ber þetta á sér, sko. Og væntanlega er það alltaf annar lögreglumaðurinn með þetta og væntanlega sá sem er lærður af því að... En þannig að þetta er heilmikil námskeið og alls það sem þetta verið tekið upp að þá þarf sá sem notar svona að hafa verið skotin með þessu sjálfur til að þekkja... Þarf það að hafa gert það? Já, til að þekkja afleiðingarnar. Það er hluta námskeiðinu að láta skjóta sig með taser til að vita. Hefur þú látið skjóta það með? Nei, ég hef ekki látið, ég hef bara látið meisa mig. Við hefum ekki heldur nota píparúða nema að hafa prófað hann sjálf. En
Varðandi auknar rannsóknarheimildir, að þá ég til Helgu Völu segja að það ekkert vandamál, það eru dómarar hér á næturvakt allan tíman. Akkur þarf það eitthvað að löggarna að fá að gera þetta án þess að spyrja dómara? Það vegna þess að ef við gerum það, þá vilja hin löndin ekki hafa samskipti við okkur og vilja ekki láta okkur upplýsingar. Og það fullt af upplýsingum sem eru einhvers konar svona, ég veit ekki hvort þið kalla intelligence eða eitthvað, sem önnur lönd bara segja, nei þið fáu þetta ekki. Ef þetta þarf að geta fram fyrir dómara. Já, þá erum við ekkert í samskiptum við einhver. Og það hefur háð íslensku lögreglu mjög lengi, sko. Að það vill enginn láta okkur fá upplýsingar vegna þess að það hvílir ekki leyndi við þeim. Það er fullt af upplýsingum, sko, sem lögreglu getur fengið, sem má í raun ekki nota, sko, í máli sem sönnunargögn. Heldur má bara nota til að vísa sér veginn. Og það, sko veist, ef við fengjum frá, þetta nú PET þarna í Danmörku og mann ekki alveg heitir í Svíþjóð. Og þeir geta láta okkur fá upplýsingar og þá kæmi í þeim, sko, þið megi fá sér upplýsingar, þið megi ekki nota þær í opinberu máli. Þetta ekki sönnunargögn. Þetta eru bara tilgátur. Bara ábendingar til ykkar, sko. Við veitum þessi maður hefur brotið af sér hérna í Búlgaríu. En nú hafa verið mál, stór mál sem er sagt fréttum, hefur komið út af að vera að deila upplýsingum. Já. Hollensku lögregluna í einhverju tilfelli og fleirum. Þá er það í gegnum... Fangis við full út af þessu, gæsluverðið full út af þessu, út af samskiptum. Já. Svona málum. Já. Þá er verið að það er vantilega tollurinn sem finnur bara eitthvað á flugvelli og vendir á það. Herðu, en tilefnið sem þetta er náttúrulega gamalt frumvarp eins og þú bendir á og að vera að velkjast lengi, svipað flóttamanna frumvarp. Það er ekki augmundur með það fyrst, ég held það. En núna er tilefnið til þess að þeir í umræðinu núna er eitthvað sem lítur út eins og gengjastrýð. Ég var með Helga Gunnlaugsson, afbrotafræðingarinn í gær og hann bara gat ekki nefnt dæmi svona atburð eins og var í bankastræti. Hvernig lítur þetta út gagnvart lögreglumönnum? Er það þannig að undirheimannir eru að breytast, að hér séu að verða til gengi, að hér séu ykkur svona hópar sem eru bara fara eftir eigin lögmálum og eru bara aflokaðir heimar sem að þeir náðu ekki til? Já, og það er ekkert nýtt, það er búið að benda á þetta töluverna tíma og ríkislögreglustjóri hefur ekki gefið skýrslur um þetta, það séu hópar hérna og gengi. En þeir eru alltaf orðað þannig að sé svona hætta á því að verði, frekar heldur en að sé. Já, það getur verið, en það hefur samt alveg verið vita þessu svona hópar, kannski hefur enginn vita nákvæmlega hversu vel skipulegar eru, sko. En að þeir komið 30 saman í hefndaraðgerð inn á næturklúbb. Já, akkurat og kannski skiptir ekki máli hversu vel skipulaður þessi hópur eru það ekki. Þetta var allan hópur sem náði sér saman þessar hefndaraðgerðir gegn þessum drengjum sem eitthvað höfðu gert þeim áður og við erum búin að heyra fyrir þetta að vera að kveikja hér í mótuhjólum og bílum og hóta fjölskyldum. Ég meina það verið að kasta bensínsprengjum í fjölbýlishús. Þú veist, það er fjöldi fólks í hættu þá, það er ekki bara maðurinn og miðhæðinni sem er í hættu, sko. Þannig að þetta virðist einhvern veginn hafa farið úr böndunum hjá þeim og það var undirheimunum. Já, undirheimunum, sko. Þannig að það er tilfinning lögreglumanna það að þetta sé vaxandi og einhver leiti sé þetta komið úr böndunum og getur bara þróast einhvert. Já, en það er svo sem var nú vita held ég að eins og þessi dyravarmarkaður á Íslandi, sko, þetta eru nokkur fyrirtæki og þeir hafa alveg verið tengt við glæpi áður, maðurinn sem var skotin í Rauðagerði, maður rétt vann sem dyravörður á veitingastað, sko. Þannig við vitum alveg, sko, að skipuleg glæpastarf sem hefur verið í kringum svona vissa veitingastæði og þennan dyravarða bransa, einhvern veginn. Ég spurði mann sem tengist einu svona þessu stöðum, ég skildi þetta ekki, eitthvað dyraverðir. Það er svo langt sem að ég hætti að drekka og bara ég skildi ekki að þegar ég var ungur að þá var ekki dyraverðin að selja dóp, sko. Bara það hefði ekki kvarlað af mér, sko. Nei, þá sagði hann, sko, dyraverðin stjórnaði hverjir geta selt dópinn á stofunum. Já, hverjir þeim hleypinn. Já, það er þannig. Þá skildi ég af hverju þetta skipti máli. Já, einmitt. Og þið þekkið þetta. Og einhvern veginn virðist að vera að einhverja hópar hafa bara náð að taka, sko, yfir hennar markað, bara bóla öðrum í burtu. Og komið ljós að þetta er ekki starfsmenn veitingastæðana eða næturklúbana, heldur kaupa næturklúbanir þjónustuna af einhverju dyravarða fyrirtækjum. Já, af einhverju svona, bara
EHF. Þannig þetta er svona outsourcing. Já, þetta það. Já, ég veit ekki nákvæmlega hvenær það gerðist að þetta var svona einhver sjálfstæðar atvinnurekstur að vera í dýravörslu, sko. Kannski var á einhvern tímum erfitt á dýraverði, ég veit það ekki, sko. Það er náttúrulega fólk sem er að vinna á nóttinni frá svona fyrirtækjum, eða maður fyrir inn á bensístöð, þá maður frá Securitas sem maður, þannig var það líka í Hagup á tímabili allavega. Akkurat, já. Þannig þetta svona hluti af breytingunum. Við þurfum að kynast þessu við Rauðaborð, við verðum alltaf reyna að skilja heiminn. Við verðum að skilja heiminn. Ákveðu dýraverðir alltaf vonir playerar í undirmjörnum. Já, við ættum kannski að fá að vita hvað þau fá í laun. Dýraverðir? Já. Þeir látt borga þeir og hafa tekur eitthvað öðru eða hvað? Já. Og eru þeir í eflingu eða hvað? Já. Ég þekki ekki. Við ætlum að skoða það betur. En þannig að þú, löggan, Landssambandið, styður hérna Jón Gunnarsson sem lýsir við stríði. Eða fannst þér það að vera svona... Já, ég nú ekki að fara að lýsa við stríði við nokkurn mann, sko. Nei, ég sko nálgast þetta nú fyrst og fremst út frá bara öryggi sko minna félagsmanna. Auðvitað ég í hagsmannabaráttu fyrir ákveðin hóp og bara í því að venda þeirra hagsmunni. Var þetta ekki eitthvað svona tilvitnun í borgarstjórn New York eða eitthvað? Ég hafði það svona tilfinningunni, sko. Zero tolerance eitthvað. Já, það yfirleitt sko stefna sem að á ekki bá pallborð í dag. Nei. En mér fannst það Black Lives Matter eiginlega viðbrögð við þessu, þar sem að of mikil uppbygging löggæslunnar, þar sem mætt félagslegum vanda sömuleyti, skapar hryllilegt ástand í samfélaginu. Ég sko hefði frekar viljað að eitthvað ráðherra kemur fram og undir svona tala kjark í þjóðin og segja, við ætlum að stjórna þessu ástandi, þið getið farið og fengið ykkur í glas næstu helgi alveg róleg, sko. Við ætlum ekki að missa þetta úr böndunum, en sko, já, ég veit það ekki. Maður óttast, sko, náttúrulega svona einhver erlend áhrif. Þú sér, sko, Hells Angels var að koma hérna daginn. Það virðist vera alveg ágætis markaður á Íslandi þannig að erlendir aðilega geta alveg hugsað sér að ná einhverjum markaði hér undir sig, sko. Að glæpa samtökur öðrum löndum. Þannig að við verðum geta selt mikið á dópi hérna. Og svo kannski eins og þú hefur heyrt, svo erum við með vændiskonu sem koma hér í einhverja stuttarferðir og fara svo aftur. Þannig við erum einhvern veginn, því miður með þetta allt saman hérna. Og þessi lítill markað þá er mikil kaupgeta. Já, mér skilst með að segja að það sé eftirsókn að verðt að koma hér sem vændiskona því að það sé svona töluvert öruggara og hærra verð. Minni samkeppni, eða svona, sér bara fínu hótelherbyggju. En að því varum að tala um svona no tolerance í Bandaríkjunum sem að leiddi síðan til hérna mikil átaka í því samfélagi, sem að lögreglunni var eiginlega beitt það sem að var kannski haldið fram að hefði verið næra að breyta sko okkur félagslegum aðgerðum. Hvað er ykkur skildleiki með ástandinu hérna á Íslandi? Stundum, þú nefndir hérna að koma það sem að ykkur heimilisofbeldi og fleira. Er lögreglan notuð í mál sem að eru margbreytileg og ættu kannski að vera ekki bara löggæslan sem að kæmi að? Já, sko, ég hef sagt og segi, sko, lögreglan er notuð í það á Íslandi sem engin annar vill gera eða getur gert, eða hefur tími að gera. Þess vegna er lögreglan alltaf að fara upp á geðdild með veikt fólk sem það kæra sig ekkert og setja veikt fólk í fangaklefa. En svo er náttúrulega komið þeirra félagsþjónustu náttúrulega vanfjármögnun líka. Þannig að þú veist og þess vegna fer þetta yfir til ykkar. Og ég segi stundum sko við unga lögreglumenn, sko, þú gerir þig grein fyrir þú ert að fara hjálparstarf í lögreglunni. Sko megnið af störfum lögreglunar erum við bara hjálpastörfum. Þú veist, sem betur fer það svona stæðsti hlutin. Við erum bara stundum að hjálpa gömlu fólki að standa upp aftur sko, og drukknum fólki að fara að sofa og alls konar slíkt og fara inn á heimili og tala milli fólks. Þannig ég held að það er það sem heldur flestum í lögreglunni. Það er þetta, þeim finnst þetta stundum gefa af sér og gera gagn. Þetta er að styðja ykkur í því þá þurfum við ekki rafbyssur. Nei, ekki því, nei. En fáið þið stuðning til þess að sinna þessu sem að þú talar nú eins og segila megin verkefni ykkar? Já, sko nei, þarna vil ég fá fleiri lögreglumenn. Svo lögreglumenn hafi betri tíma í hvert verkefni. Það er alveg á hreinu við. Það þarf að fjölga lögreglumenn hér, sko lágmark 200 til að sko
til hann geti bara fara eftir lögreglögum og haldi upp allsherjarreglu og sinnt því sem þeir eiga að gera. Það er bara þannig. Og það var skárra. Við það var mistum skárra. einhvers staðar tímanum fyrir hrun að þá byrjaði þetta að hrörna. Þetta segja það? Já. Og ég sagði nú ég skrifaði grein í dag þar sem ég sagði sko það er laust stjórnvaldin alltaf að segja, við fjölgum lögreglumönnum? Já, frábært, þið hafi bara samt ekki gert það. Nei. Það þýðir ekki að koma alltaf bara í hvert skipti sem lögreglan segir, hefur við ráðum ekki ástæði, já, við bara fjölgum lögreglumönnum. Svo er aldrei gert. Þá komum bara svona menn að segja, viljið það bara ekki láta okkur fá bara rafbyssur og betri heimildir, svo allan ráðum með eitthvað. Já. Þetta er svolítið vandamál í íslensku samfélagi, að stjórnmálafólkið er alltaf að segja alltaf að gera eitthvað, svo bara gera það ekki. Já, meina, ég nú bara, maður sé nú bara í, eins og stytningu vinnuvíkunar. Það er ekki búið fjármagna eða þá. En þú veist, samt verði ég lofað að búið skrifandi samningum það, Þetta er bara, veist, það er samið eitthvað og svo kemur bara fjármálaráðherra og segja, já, nei, það var nú ekki til peningur fyrir þessu. Nei. Og það hefur komið sérstaklega illa við lögreglumenn, sem er vaktavinnu fólk. Já, það kom mjög illa. Átti að skera mikið niður vinnuna, sem að leiddi bara til þess að voru færri á vakt. Bara færri á vakt, þá bara smjörið og bara sett þynnra á sneðina. Það er bara þannig. Herðu, Fjölnir, áhugavert að tala við þig. Takk fyrir þess. Áfram að ræða gengi og ofbeldi og afbrotafólk og hann Tolli Mortens sem er sérfróður þessi mál, kemur hérna eftir augnablik. Gott að byrja. Já, hann er komin hingað, Tolli Mortens, var að koma bara Litla-Hrauni. Þetta er velkomin. Já, takk Gunnar. Núna er verið að ræða bara breytingar á undirheimum í Íslandi. Það nú hefur dómsmálaráðherra lýst yfir stríði gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Hann var hérna í gær, Helgi Gunnlaugs, afbrotafræðingur, og hann var að segja það að þessi árás sem var í bankastræti, hann myndi ekki eftir neinu öðru og hann óttaðist mjög að hérna væru bara að ná einhverju fótfestu, einhverju gengi sem hann taldi að sprittu út úr svona, ungir karlar væru á svona jaðri í samfélagsins, fengi ekki að koma þér inn og þetta væri bara hættuástand sem væri hér. Þú varst að koma að Litla-Hrauni, hefur unnið mikið með föngum, þekkir mikið afbrotamenn. Hvernig upplifir þú þetta? Ég upplifi afbrotamenn sem menn. Já. Sem fólk, sem manneskjur. Það er kjarni málsins. Þegar við förum að setja svona ábreiður á samfélagshópa og einstaklinga og setja svona merkimið á þá sem afbrotamenn, gengi eða hvað eina, þá erum við að mennska þessa einstaklinga og þá töpum við tækifærin á því að vinna með þeim og hjálpa þeim. Af því þá förum við sjálf inn í hennar blekkingaleik og förum að taka tilfinningalegar og vitsmunalegar afstöður til merkimiðana en ekki einstaklingarna sem eru á bakviða. Á bakvið þessa merkimiða eru einstaklingar sem eiga sér sögu.
þar sem að ræða orsök og afleiðingu. Og í þessari atburðarás orsakar og afleiðingar að finna skýringun á því akkur þeir eru að brjóta lög eða fara gegn gildum samfélagsins. Og ef við ætlum okkur að breyta þessari þróun, ef okkur finnst hún óæskileg, sem okkur finnst flestum, þá þetta lykillinn að því að vinna tilbaka mennskuna í þessum strákum. Því að... Hvernig gerum við það? Við gerum það með velvild og kærleik. Það erfitt þegar maður kemur með hníf. Nei, á augnabliki atburðarins, þá bregst heilin við, þú veist. Ef eitthvað reyðast á með hníf, ég myndi reyna að afvopna hann eða skaðan þannig að hann skaðaði mig ekki. Eða hlaupiburtu. Skilurðu, það bara, þannig erum við smíðuð, græjuð. En sem betur fyrir þá erum við með heilastarfsemi sem ekki alltaf viðbrögð, skilurðu. Og þess vegna hefur okkur tekist að þróast sem manneskjur og búa til samfélag sem byggir á siðferðilegu gildum og við kallum það humanity, þú veist. Ef við værum ennþá bara að berja hvern annan með lurkum bara eftir því hvernig við værum, þá hefðum við aldrei farið úr hellinum, sko. Og þegar að maður sér ráðherra bregðast við á þennan hátt eins og Jón gerir gafar þessu samfélags ástandi, að þá finnst manni vanta þarna skynsemina. Ég skil vel tilfinningalega reaksjón og uppnám Jóns í þessum atburðum, en maður myndi ætla að maður myndi leyfa þessu tilfinningaröss að líða hjá og taka síðan vitsmunalega afstöðu byggða á bestu sannindum og þekkingu sem við höfum. Svo hann eiginlega bara vinnur við að gera. Já, hann var ráðinn í jobbið til þess, já. En og við nefndu það henni í gær þegar við varum að ræða þessu mála að þú hafi skrifað á Facebook að hann var kannski hættulegasti maður í refsivörslukerfinu. Já, í því uppnámi sem í samfélaginu og það stígur eitthvað fram og lýsir yfir svona stríði, þá minnir þetta mann á undirrót vandans í vestrænu samfélag sem stríð gegn fíkniefnum. Þar var einn einstaklingur sem var svona að snirti í kringum sig og laga sín mál. Það var forseti Bandaríkjanna þegar hann lýsir yfir stríði gegn fíkniefnum til að fá aðgang að stúdentarhreyfingunni og anti-Vietnam-hreyfingunni og pólitískri hreyfingu litaðra einstaklinga í Bandaríkjanum með góðum árangri. Fangelsins fylltust af fólki af þessum uppruna og þetta hafði aldrei neitt með eiturlyf að gera. Þetta var bara pólitísk ákvörðun til að ná yfirhöndunum og undirtökum. Og þannig eðli valdsins að þegar að valdið einstaklingar sem eru fulltrúa þessa valds sjá sér ógnað, þá gera þeir hvað sem til að ná undirtökum í orðræðinni. Það snýst þetta, að ná undirtökum í orðræðinni og þú notar hvaða aðferð sem til þess. Og það getur verið það sem á bakvið þessa ákvörðun Jóns að fara fram á þessum tilfinningalegu forsendum, að ná þannig á svo einfaldan hátt með því að búa til að ótta undirtökum í orðræðinni. Það lítur á eitthvað öðruvísi, þú talar um Nixon, að hann hafi verið að berja strömmurlega við róttæka ungmenna pólitík, mannréttindi baráttu svartra og fleira, en við hvað Jón að berjast? Ég held að, það erfitt að skýra, alveg reynd eins og þegar maður skoðar ofbeldisneið hjá einstaklingum eða dómgreindabrest hjá einstaklingum, þá vil maður oft kíkja svona hvað sálfræðilega undirliggjandi? Jón að eiga við eitthvað vandamál sem veldur því að hann fer fram á þennan hátt? Ég veit það ekki, allavega mér finnst þetta svo ótrúlega mikil dómgreindaprestur þarna á ferðinni vegna þess að þegar þú ferð fram á þennan hátt gegn einhverju samfélagshópi þá að magna hann upp. Þú ert að efla, þú ert að setja hennar vanda sem þú ert að eiga við í veldisvöxt. Og það var það sem ég átti við í færslinu, þú ert að kveikja elda sem verður kannski erfitt að slökkva. Því að það sem þetta gerir, að þetta styrkir sjálfsmynd og styrkir sjálfsmynd hópsins sem er svona jaðarhópur sem upplifir sig hafnaða samfélaginu og þegar aðalkallinn lýsir við stríði gegn þeim, að þá bara þéttir á hópinu. Eru þeir ekki með undirtökin? Það skiptir einhver máli þó þú setur á allir í fangelsi, þeir eru samt með þeir stýra þessu.
þú veist. Það þetta sem þú á við í bókinu Art of War, að besti hersöfingi þarf ekki að heyja orustu. Hann klárar dæmið á annan hátt. Og með alla þá þekkingu og alla þá fræðinga sem við eigum í háskólasamfélaginu, mannlegt eðli, fíknir, afbrot og svo framvegis, að þá ég svo hissa á því að þetta ráðuneyti dómsmála skuli ekki vera með starfsóp sem að hann raða sínu besta fólk í, sér til ráðgjafar hvernig hann á að fara inn í þennan vanda. Í stað þess að taka bara tilfinningalega afstöðu. Þannig að það með Brynjar Níelsson settir ráðgjafar? Já, ég þekki auðvitað ekkert þann mann en hérna hef séð hann svona fyrir mig sem húmórista sko. Herðu, nú í umræðinni talað að það sé undirheimarnir séu að breytast, það séu skipulögð glæpasamtök, það séu að verða til gengi og það rætt svona um þetta. Ég rætti við hann Helga Gunnlaugsson í gær, hann var að tala svona um gengi í Bandaríkjunum úr hvaða svona samfélagslegum aðstæðum þau verða til og annað slíkt. Þú vinnur með föngum og þekkir marga afbróðamenn. Gætið þú sagt mér sem bara íbúið niður í bæ hvers svona fólk það er sem að Jón Gunnarsson var að lýsa yfir stríði á hendur? Ég held að þetta sé bara... Á baku merkið með hann? Já, á baku merkið með hann er þetta bara eins og ég og þú, skilurðu. Það sem við þurfum það sem við hefum þurft að gera núna þegar það er búið að safna 30 einstaklingum inn í búrið á Hólmsheiði eða hvar þeir eru geymdir, að þá höfum við strax þurft að kasta félagsnetunni yfir hennan hóp og aðstandendur þeirra. Hreinlega við erum með eitthvað sem við köllum gerendur, en við þurfum að veita þessum einstaklingum áfallahjálp. Við þurfum að bjóða þeim bara strax, ef þeir vilja, hefja strax samræður við þá á faglegum forsendum sem byggir bara á velvild. Hvað gerðist hjá þeir sem veldu því að þú ert hér núna? En er þetta ekki fólk sem hefur mist traust á samfélaginu, þannig að þegar samfélagi kemur og biður hjálp, að þá er það svona eðlileg viðbrögð að hafna yfir það? Nei, sko, við getum ekki alhæft með þetta, því þetta er allt einstaklingar sem hver og einn á sína sögu. Margir með slæma reynsla skólakerfinu, slæma reynsla lögreglunni. Já, en sá dagur getur komið og þess vegna er það svo mikilvægt að fangelsin séu staður sem grípur fólk en ekki bara refsar. Að fangelsin séu staður tækifærana fyrir samfélagið og einstaklingarna sem raða þar inn. Og við getum alveg byggt upp öryggi í fangelsi, þannig að þú reyna að tryggja það að þú skaðir ekki sjálfan þig og aðra, en leið gert þetta á vettvang samtals milli fagsfólks og kunnáttu og þeirra sem vilja þiggja þetta samtal og hjálpina sem kæmi út úr því. Við erum búin að sjá ótal dæmi af einstaklingu sem hafa verið óvinni samfélagsins númer 1 sem hafa náð bata í gegnum það að það myndast traust milli tveggja einstaklinga og þegar traustið komið þá fara menn að heyra og þá er þetta að byrja að tala saman og við megum aldrei missa trúna á því að einstaklingur í fangelsi er áfram manneskja og það sem kjarnin er heill. Við getum aldrei sagt til það hver í hópnum er það sem fær bata og hver ekki. Þetta er svo mikilvægt vegna þess að fangelsi speglar allan samfélagsmóralin, öll samfélagsgildin í raun og veru eru endurspegluð í hvernig komum við fram við þessa einstaklinga. En þú ert að tala menn sem eru á Litla-Hrauni, Hólmsheiði, en svona samkvæmt fréttum þá þetta svona ungir menn, kornungir. Já, það er þetta hópurinn er að yngjast af þeim sem er að fara inn í fangelsi. Það segir dálítið til það hvað samfélags utanáhaldið á fólkinu okkar, hvað mörskvarnir er að bresta. Og ef við ætlum okkur að laga þetta þá þarf að setja fókusinn alveg á stóru myndina. Það eru barnafjölskyldur, það er skólakerfið. Það er stuðningu við foreldra, þetta er bæði félagslegt og pólitískt mál, hvernig aðstæður verða til þannig að ungir karlmenn aðalega, hvernig þeir finna sér öryggi í þessu í afbrotum og í svona hópum.
Vegna þess að þau hafi ekki aðgengi einhvern veginn inn í samfélagið og upplifa að samfélagið hefði sig ekki að bjóða velkomna. Þetta snýst svo mikið þessi sannindum rof og tengsl. Einstaklingur í rofi dálítið ofiseldur varnakerfum hugans og varnakerfi hugans þegar maður keyrir á því, það aggressjón. Það eru mjög prímitífi hlutir á ferðinni, sko. Þess vegna snýst þetta svo mikið að tryggja ást og umhyggju hjá börnum og unglingum og kenna þeim gefa þeim kunnáttu þar sem að þau geta sjálf haldið á sjálfu sér og það gerum við með því að kenna tilfinningalæsi og það sem einhvern tíma var kallað lífsleikni. Við þurfum að setja meiri pening og meiri kraft í þennan þátt og þegar við erum að ræða þessi mál að setja peningi að vopna lögregluna og allt þetta. Þetta allt skiljanlegt út frá þessu tilfinningavinkli. Þessu fyrstu viðbröðum? Já, fyrstu viðbröð eru þegar eitthvað ryðst inn á þig, þá bara slærð á móti og svona, en það kemur ekkert út úr því annað en vesen. Við erum með fangelsi í dag sem fjársvelt undirmannað í hræðulegum húsakynnum. Og þetta, hræðilegu húsakynni fyrir bæði starfsfólkið, ég bara skil ekki hvernig opinberi starfsmenn sem starfa í fangelsinu á Litlurunni, hvernig þeir halda út í þessum kitrum og kompum. Og ef við ætlum okkur að minnka endurkomu í fangelsinu og gera fangelsi, það óhjákvæmileg stofnun, en að gera það stað þar sem tækifæri fyrir samfélag og einstaklingarna sem fara þangað inn, þá þurfum við að gera algjöra byltingu á þessum vettvangi. Og svo í fangelsmálum? Já, fangelsmálum. Af því það virðist vera svo mikið skömm, það virðist vera svo mikil svona, eins og maður sletti, svona shame, þessi málaflokkur. Allir, sammálum nauðsyn þess en enginn vill taka á því. Enginn vill, þetta svona, menn eru hræddir að óhreinka sig á þessu og þetta ekki þess virði, ég get talað þetta á sunnudögum en ég fer aldrei og snerta á þessu. Í stað þess að mæta þessu með öllum þeim krafti og öllum þeim dignity sem samfélagið á og sýna við ætlum að láta öll okkar gildi endurspeglast í því hvernig við tökum á móti þessu fólki þegar það komið á þennan stað eftir kannski ryllilegt ferðalag sem skadar bæði þá og svo eru fullt á þolendum í þessu ferðalagi og svo aðstandendur og svo framvegis. Ef maður fara með þig framfyrir fangelsið og framfyrir glæpinn, að þá Helgi meðal annars að tala það eins og þú, að það þurfi stuðning við barnafjölskyldur og drengina. Hættan svo að þetta séu drengir svona, 15 til 25 ára sem að verði einhvern veginn í einhverjum svona gengjum og það yfirleitt þeir sem að upplifa einhvern veginn að þeir hafi ekki einhverja kosti í samfélaginu, séu einangraðir, jaðarsettir, þekkt dæmi í Bandaríkjónum hverfi svartra og sömuleyti í Svíþjóð núna sem að Helgi tók fram að væri ekki tengt innflytjendum, heldur væri þetta yfirleitt lágtekjuhópar, það væri yfirleitt ungir karlar sem upplifðu það að þeir hefði ekki svona aðgengi inn í samfélagið. Nú er byrjað að tala um þetta, en mér finnst eins og við séum búin að vera alla þessa öld að tala óvirkni ungra kalla. Það mikið talað að þeir sé ekki nógu góðir í að lesa, það mikið brottfall úr skólum, 70% af nemyndunum í háskólanum eru konur og hvar eru kallanir, svo farið að leita að þeim og það eru svona margir sem í vinnu og svona margir í námi og svona margir sem atvinnuleysisskrá og svo bara einhver hópur sem finnst ekki. Þannig að við erum búin að vita af því að það eitthvað að ungu köllunum okkar, langan tíma. Hvað það, Tóli? Ekki það að ég telji mig neitt sérfræðing í þessu, því ég held að þarna séu að horfa á pólitískan og félagsleg svona flekaskil milli kynja í bara sem þetta svona í rás aldana sem við erum að horfa þessar miklu breytingar í menningu, í karlamenningunni og það mikil gagnrýni á karlamenninguna, eðlilega, það mikið uppgjör í gangi í karlamenningunni en það eins og það sé ekkert að koma inn í staðinn og menn eru skildir dálítið eftir vopnlausir
í skömm forfeðrana yfir því að vera kallmenn og öll þessi geta sem við höfum svona í kyn reynd okkar, hún ekkert í neinni endurskoðun, það ekkert verið að virkja hann aftur til góðra hluta. Við kallmenn erum með hellinga frábærum hlutum sem hægt að virkja í frábæra hluti, en það hefur ekkert verið farið í að greina eða byggja upp eða ýta undir. Á þess að geta svona kasta þessu fram sem einhverju kenningu, að þá sér maður samt það fyrir sig hvað þeir eru lost. Og þá komum við að þessum hlut að þegar þú ert í vanlíða og þegar þú ert í ójafnvægi, þá sækistu eftir vellíðan og hann svo ofta að finna í hópnum. Eiturlyfjum. Og líka í einhverjum en goggunaröðin og hagkerfið sem þessi minnihlutahópar eru í hverfast eiturlyf og það býr líka til þessa sérstöðu og býr bókstaflega til menninguna sem að ofbeldis menningin hverfist í kringum ólöglega eiturlyf og þannig að ef við ætlum að fara í rót vandast þá verðum við að endurskoða afstöðu okkar til ólöglegra vímuefna af því að það býr til hagkerfi, strúktúr og menningu sem þú getur samsanaði við og fengið viðurkenningu og orðið maður með mönnum inn í því umhverfi. Og fengið mikið pening til þess að gera alls konar. Já, þetta bara hagkerfi. Þetta bara samfélagin í samfélaginu sem lítur eigin lögmáli. Og það sem næri það þessi pólitíska ákvörðun tekið 1968 hvernig það var í Bandaríkjunum að banna ákveðin efni út af og svo framvegis. Og þegar þetta skoða, þegar þetta svona, þú skoðar þetta með einhverju skynsemi og stendur ekki steinn yfir stein í þessu. Þetta bara ein tilfinningareaksjónin, ég leyfi mér að segja heiláþvottur bara í heilu vestræn samfélög, þar sem að milljarðar á milljarðar ofan eru settir í vopnaburð og vígbúnað og svo hins vegar að fjármagna glæpahópa sem stýra heilu ríkjánum í Suður-Ameríku og víðar. Og þér finnst yfirlýsing Jóns og svona umræðin undanfarna daga benda til þess að við séum að kjósa að fara þessa sömu leið? Það ekki spurning. Við erum með söguleg dæmi sem sýna þetta og við erum með fræðilega skilgreiningar á því hvernig einstaklinga bregðast við ögrun eins og þessari. Við vitum alveg, þetta uppskrift að veseni. Og þetta versna. Með þessu áframaldi að verður, þá stigmagnast þetta á báða bóa og það fer ekki vel. Við erum með tækifæri núna, við getum litið á þetta upplaup sem tækifæri til endurskoðanar á samfélagsgerð okkar, laga umhverfi og að marka einhverja stefnu til framtíðar, hvernig viljum við halda utan þetta samfélag með þessum ólíku hópum sem eru að gerjast inn í íslensku samfélagi í dag. Þetta ekki lengur bara afkomendur Íslendingabókar sem eru á ættamótum hér að þar blind fullir. Þetta orðið dálítið meira og fjölbreyttara og við þurfum bara að taka afstöðu núna. Og hvernig gerum við það? Ég held að við gerum það með því að styðjast við okkar besta fólk sem hefur þekkingu á þessu. Þá ég að tala um eins og Margréti Waff, lektor og Helga og fullt. Við erum með fullt af fínu fólki sem getur lagt okkur lið. Já, og þú? Helgi var hérna í gær, Margrét kemur hérna á 5. daginn, en við ætlum að halda áfram að ræða um þetta. Já, gott. Og ég ætla líka að finna einhverja leið til þess að ræða ungkarlamenninguna. Því að það hefur komið fram bara víða heiminn að stundum tengt COVID, svona félagslegi röskun sem var í kjölfar þess sem var miklu alvarlegri kannski víðast annars staðar en á Íslandi, minni skóli og meiri félagslegi einangrun. Sömuleyti svona tengslamyndunum fluttist yfir á netið. Að þá gerist sérstakir hlutir. Að þá gís upp í svona ungkarlahópum algjörlega stjórnlaus kvenfyrirlitning og ofbeldi gagnvart konum sem að menn töldu að við værum svona hægt og bítandi að í einhvern veginn á réttri leið með, allt inni kemur feiknarlegt bakslag. Það alveg augljóst að því þú ert stikkfrí á netinu.
Það er engin fullorðin að dekka þig, það er engin síja, það er engin móralisering á rétt og ránt. Heldur þetta bara jafnaldraðinir að mana hvern annan í að gera þetta og gera hitt. Og þetta býr til rosalega spennu og rosalega útrás og síðan verður bara til menning út úr þessu. En sko við sjáum þessa kvenfyrirlitningu hjá ungkörlum, en við getum líka að segja hvernig við höfum gjaldfellt vitsmuna umræði í pólitík hjá hinum fullorðnum. Vitsmuna umræða samfélag, pólitík og þess áttar er að víkja meira og meira fyrir tilfinningareaksjón og valdamanna hverja aðra. Að pólitík er eiginlega ekki að snúast lengur hugmyndafræði, framtíðarsýn eða hvert stefnu, hvað ber að gera og svo framvegis. Þetta er orðið að þú skildir hafa hagað þér svona í gærkvöldi. Og þingheimur snýst það að ræða einhverja gildis, einhverja einstaklinga. Svo koma fréttamenn og ræðum það hvernig fannst þér að nú koma frá þessu og stóðum sig ágætlega og þetta er orðið bara eins og þessi endalaust American Idol. Þess vegna, sko, ef við horfum á hvað snjallheimurinn er að gera fyrir okkur sem manneskjur, að hann er að búa til allt önnur samskipti og allt önnur gildi og hann er að opna svo mikið á bara þetta skjótræði, þessa fljótferni, þetta vanhugsaða viðbragð. Það er bara stjórna því hvert við erum að fara. Því það gefst ekkit andrými til að hugsa málið. Nei, engin vettvangur til þess, engin vilji til þess. Nei, þú veist. Ég er ekki svartsýnn, ég er bjartsýnn. Okay. Ég held að við vinnum okkur út úr þessu. Okay. Herðu, ræðum saman seinna það, Tolli. En þetta er svo háskalega mynda nútímanum að við ætlum að bara bregða okkur til miðalda og höfum fengið eitt besta fylgdarsvein sem hægt er að hafa í þeirri leið, Bergsveinn Birgisson eftir augnablik. Við ætlum að fara til miðalda og það er Bergsveinn Birgisson komin hingað
Verður velkominn, Bergsveinn. Takk. Þú ert forn maður í huga og háttum. Forn í skapi, eins og sagt var. Þú varst að senda frá þér bók mann sem að fáir mundu enn eftir, Þormóð Torfason. Já. Og við getum alltaf haft þetta samtal alls konar, en ég ætla bara að byrja að segja mér hvaða maður er þetta, þessi Þormóður? Já, hann í fyrsta lagi, eins og nefndir, hann dálítið glemtur, en var í rauninni mikill velgjörðamaður íslenskrar menningar og kannski einfaldast að nefna að hann var góður vinur og kom vissum þunglindum unglingi til manns og fékk hann til að trúa á sjálfan sig og trúa á fornu fræðin. Sá hét Árni Magnússon. Þeirra vinasamband byrjaði upp úr 1690 og hérna dálítið vel dokumenterað, það mikil bréf þar á milli. En Þormóður sjálfur lifði mjög ævintýralegu lífi, ef að hægt að segja sem svo, með sko stöðu nútíma mælikvarða. Hann sem sagt slítur barskónum þarna á Stafnesi, á Miðnesheiði, Rófskvalanesi eins og það kallast líka. Þar hans tútor eða mentor, kennari Hallgrímur Pétursson, sem að öllum líkindum kennir honum svona grundvallar inngang í latínu og þaðan fer hann í Skálholt til Brynjólfs Sveinssonar sem að fær mikið dálæti á þessum dreng og hann lærir ekki bara sem sagt fornu grísk-rómversku menninguna heldur fær hann veður af því að það sé til forn norræn menning eða forn menning og skáldskapur í okkar eigin landi, okkar eigin menningu. Sem hafði þá verið glemt? Já, sko, öllu heldur ekki alveg glemt, minnst ekki á Íslandi, en svona á meginlandinu, í Skandinavíu, þá fara menn að fá veður af því þarna á þessum tíma og hans ævi fer svolítið alveg samferðað þeirri uppgötun að það sé til mikil saga Norðurlanda skrifuð á gamla skinnbækur á Íslandi og það myndast eins konar kapplaup á milli Svía og Dana að komast yfir þessa sögu. Og Dönum var mikið í mun að þarna stæði nú ýmislegt stórveldi Dana til forna. Þetta var eiginlega svona eins og stríð söguna, þetta sagan var svona territorium. Hvernig hún var svona túlkuð, en líka við að bara einfalda ná handritunum til sínu, ekki? Jú, líka bara konkrétt þannig, það er til dæmis samtímis útsendari Danakonungs og maður frá Antikvetskollegiet í Uppsala sem koma samtímis að ná í bækur 1682. Þorleifur Hauksson, þessi sem sendur var að Danakonungi, fyllti eitt skip af handritum. Það sökk með öllu, en Svíinn náði undan 50 bókum til Svíþjóðar. Nú, Þormóður sem sagt fær veður af þessum fornu fræðum örugglega mikið til í gegnum bæði Hallgrím sem var þá þegar orðinn ötull skrifari af gömlum handritum en ekki síst hjá Brynjólu gamla í Skálholti sem að þarna var farin að safna og láta skrifa upp bækur og hann lærir greinilega að lesa þarna munkaletur handritanna og fer til Danmerkur, útskrifast þar með láði, tekur guðfræðipróf þar og framgangurinn verður mjög hraður. 24 ára gamall er hann orðinn konunglegur þýðandi fornsagna
og byrjar á að þýða Flateyjarbók á dönsku og gesturinn sem kemur til hans í Kamessi í fræðaherbyggi á daginn, það engin annar en Friðrik III, Danakonungur. Hann var svo forvitin þetta, hann var mikill lærdómsmaður, sérstakur konungur fyrir það að hann var ekki svona sérstaklega upptekinn af stríðum, hann var meira upptekinn af að læra og mennta og hafði mikla hirði kringum sig. Þannig að það mikill svona vegur og mikil upphefð frá þessum dreng, frá þessari verstöð sem Stafnes var og yfir í höllu konungs. Nú svo sígur aðeins á ógæfuhliðina. Það ekki alveg ljóst af heimildum, ég reyni að ráða í það en það sígur aðeins á ógæfuhliðina 4 árum síðar eftir hann ráðinn. Þá hann skyndilega sagt upp og hann sendur burt til Stafangurs, til Barbarísins í Noregi og þar hann gerður þessi norræni þýðandi og fornsagnamaður að eins konar eftirlitsmanni með fógetum þar í Stafangusamti og fekk ekkert nema hatur fógetana og annað. Hvað gerði hann af sér í konungsgarði? Það eru skipta skoðunum það. Ludvig Holberg hélt í fram að hann nefnilega skrifaði bók sem að gagnrýndi hinn gamla og gilda Saxo Grammaticus og í rauninni býr til eina fyrstu bók sem með svona heimildarýni fornsögur. Það að segja, hann segir að Saxo hafi rangt fyrir sér og íslenskar heimildir hafi réttar fyrir sér þegar kemur að konungaröð eða ættfræði konunga danskra. Þetta var auðvitað góðgá í 17. aldar lærdómsumhverfi því að þetta var svo kallað, þetta voru autoritet, þessir gömlu, ef þú fórst að efast þá fór allur heimurinn að riða til. Eldri fræðimenn hefðu svona investerað í öðru fræðum. Já, sko eldri fræðimenn voru einhvern veginn bara grunnurinn og svo ertu náttúrulega með biblíuna líka þarna og það má ekki efast það og svo það Grikkirnir og þeir hafa sannleikan með sér. Þetta svona, hann svona að lifa þessa tíma þegar menn eru fyrst að byrja að átta sig á því að kannski þessi gömlu autoritet höfðu ekki rétt fyrir sér allir saman. Ég hef sinns vegar aðrar skoðanir á þessu sem ég viðra á þessa neyðaneitt til að trúa mér og það meðal annars tengist gamalli klámsögu þegar ég elstu á Norðurlöndum sem að Þormóður þýddi og heitir Bósasaga og það sem sagt, það eru fleiri heimildir sem greina fyrir því að hann hafi verið notið vissra kvenhylli. Hann var ungur og fallegur maður, það til eitt málverk af honum og hann hefur gert sér svolítið kannski meira dælt við svona hirðmeyjar en gengur og gerist og kannski stíði yfir einhver mörk sem að svona ungur drengur úr fiskiþorp á Íslandi getur kannski ekki vitað og hann kennir sjálfur óvildar mönnum sínum við hirðina að þeir hafi sendt hann burt úr þessari fínu stöðu. Nú, eftir bardagan þarna við fógetana í Stafangri og það nú interessant svo sem saga í sjálfu sig fyrir sósíalista að því við erum staddir þar að fógetarnir voru danskir allir í Noregi og þeir höfðu alveg ákveðna tækni að aukast á Norðmönnum og það var það að þeir höfðu umboð til að auka skatta á bændur og eins og lénsherrar og bændurnir urðu að greiða þeim fríðindi. Þetta gat verið í timbri, þetta gat verið mjólkukýrin á bænum, þetta kjöt eða hvað sem og ef þeir gerðu það ekki þá hótaði fógetið með að hækka skattana og þú varst auðvitað umkomulaus gagnvart því. Þannig að þetta var svo sem mjög óréttlátt kerfi sem að Þormóður var að berjast við og varði ekki kápan úr klæðinu. Hann nærast nú að þessu yfir í nýja svona fornfræða stöðu sem fornfræðingur
og lofar öllu fögru og byrjar að vinna sem slíkur en svona 1671 þá deyr Friðrik III, vinur hans og helsti verndari og þá missar hann þá stöðu. Nú þá fer nú aldrei þess að sé ógjafur hliðina. Faðir hans Torfi, hann var ekki mikill sósíalisti. Þó Þormóður hafi verið það, reyndar. Hann var í klárri uppreist gegn föður sínum. Hann hafði skattpínt og menn réru þarna frá Miðnesheiði á opnum bátum og nánast eins og sjálfsmorðskandidatar fyrir krúnuna. Það var þá konungur meðal annars sem átti mikið af þessum róðraskútum og það var greiðsla fyrir landskyldu að fara sem hásetti á þessa báta. Árið þarna áður... Veiðigjöld. Það var veiðigjöld, sko. Og þú fékkst eiginlega ekkert borgað. Hluturinn var eiginlega enginn. Þetta var bara skyldan við konunginn að róa. Gríðarlega verðmæti sem ná þarna á land, en kostnaðurinn var mikill eitt árið. Þarna þegar Þormóður þarna eru 38 ekkjur, flestar með mörg börn. Og Torfi hafði safnað upp miklu auði eftir sínum leiðum og þarna var arfur, Torfi var dáinn þarna og Þormóður fer upp til Íslands að heimta þennan arf eftir föður sinn. Og það gengur ágætlega, það eru miklir peningar, þetta eru margar jarðir sem hann hafði sölsað undir sig og ég veit ekki hvort þú manst eftir því en þessi Torfi og Hallgrímur Pétursson voru hatursmenn. Öllu heldur hataði Torfi Hallgrím og Hallgrímur gerði níðvísögumann sem að lifir enn þar á Suðurnesjum. En hann fer síðan út aftur, hann helst ekki við á Íslandi og á þessari heimferð þá lendir hann í skipsnauð við Skagen, kemst síðan þaðan yfir Jótland þvert og ætlar yfir Saltið og yfir til Sjálands með ferju frá Jótlandi og þá gerir enn meiri og annan storm á þau og þau hrekjast þar í marga daga og ná síðan landi á lítilli eyju sem heitir Samsö í dag. Og til að gera langasögu stutta þá kemur til riskinga þar kvöldið milli ferðafélagana. Þú segir þau hafi verið þannig er eitthvað kona komin í? Já, það var kona komin inn í myndina, hún hét Sisse, ung Sisse eins og hún kölluð í skjölum. Ég fann þarna með aðstoð læknis sem heitir Stefán Hahnemann. Alla vitnaleiðslunar þetta mál. Nú búið að skrifa Þormóð lengi en menn töldu að þessar vitnaleiðslur eða yfirheyrslur allra væru týndar. En þetta var þá til á arkífinu þarna á Samseyju og þar kemur fram að það eru orðnar einhverjar deilur eða erjur milli Þormóður og Sisse. Hann kallar hana hóru þarna þegar þau eru að vaða í land á eynni og hún hefur greinilega, ég gerir ráð fyrir það hafi verið eitthvert samband milli þeirra áður en hún hefur greinilega fundið sér annan þar ferðafélaga sem hét Hans Holbeck. Hann sængar hjá henni og fötin hans fundust inni hjá henni en eitthvað hann truflaður og hann skipar öllum að fara í rúmið menn gegna því ekki, kemur til riskinga. Þormóður flýr inn í herbyggi til Sisse, lokar að sér þar og það var auðvitað reginvill að gera það því að þetta virðist vera einhvers konar ástaþrýrningur þarna sem komin í gang. Hann brýtur upp dyrnar og ræðst að Þormóði með hníf. Svo Hans Holbeck og Þormóður verst með sínum kuta og
sem sagt vegur hans Hólmbekk. Er náðaður á 11. stundu. Náðaður, ekki... Hann er náðaður, hann er dæmdur sekur fyrst af héraðsrétti eða héraðsdómi þar á Sámseyju, næra áfrýja til Hæstaréttar og þar leggur Hæstaréttur þetta eiginlega í dómsvald konungs og konungur gerur honum að greiða skaðabætur og sem sagt sýknar hann af þessu. En við tekur cirka 10 ára perióða, tímabil í lífi Þormóðar þar sem hann er greinilega mjög þunglindur yfir þessu hlutskipti og fullur af sjálfsásökunum og gerist þarna bóndi hjá þeirri ríku ekkju sem hann hafði gifst á þessum tíma. Það er nú hlutskipti fornfræða manna á þessum tímabili að giftast ríkum ekkjum. Það er svona helsta leiðin til að lifa af. Og það er sveitin hans, Árni Magnússon gerði það ekki? Jú, það er þekkt líka. Og allt hérna þá er hann alminnilík bóndi eins og hann kallar sjálfan sig þessum tíma, en ekki alveg alminnilig vegna þess að hann tók að sér að vera nokkuð skonar lögfræðingur líka. Hann hafði alltaf mikinn áhuga á lögum og einkanlega gömlum lagabókum, Jónsbók og Grágá sem að hann hafði stúderað mikið og skrifað upp og annað slíkt og menn leituð mikið til hans, svona dómarar og sýslumenn og aðrir amtmenn. Það er sem sagt kona þar á svæðinu, hinum megin við Karmey, sem er dæmd til dauða vegna brigsla galdra. Og Þormóður er skipaður hennar málaflutningsmaður og bjargar henni frá bálinu. Þá gerist einhver undursamleg breyting, hann var búinn að taka líf, þarna nær hann að bjarga lífi og hann rís dálítið svona eins og fuglinn Fönix upp úr sínu þunglindi, skrifar heilmikla umsókn til Danakonungs að fá að gerast sagnaritari Noregs. Það vantaði Noregssögu, það var til Danmerkursaga en vantaði Noregssögu. Fær já og amen við því frá yfirvöldum í Danmörku og siglir heim og er þá með 600 ríkisdala ristnu sem gerur hún kleift að halda bæði skrifara og fær þarna styrkir þarna kartöflukjallarann sinn og fyllir hann af handritum sem hann fær að taka með sér úr konunglega bókasafninu og svo hefst hann handa og má segja að hann vinnur eins og skepna allt þar til að hann missir minnið, fær einhvers konar blóðtappa eða heila blóðfall eða eitthvað slíkt og missir minnið og en lifir alveg fram til 1719 en 1711 kemur þessi stóra Noregssaga út. Þannig að náða að klára hana. Man náða að klára hana með herkjum. Þetta er svona í grófum dráttum ævisaga þessa manns. Framlag hans er svona, má kannski deila í einhverja 3 flokka. Það er náttúrulega þetta að hann er svona einn af þeim fyrstu sem eru gerðir út af Danakonungi til að fara að ná í handrit hér á landi. Og viti menn, það eru náttúrulega stærstu gullkornin sem að hann kemst yfir fyrir tilstöðunum gamla meistarans í Skálholti, Brynjólfs. Og til dæmis árið 1662 þá siglir hann með bæði Codex Regius af eddukvæðum, þar segja Sæmundareddu sem kallaðist þá og höfuðhandrit eða Codex Regius að Snorra-Eddu. Það er að segja alla mítológíu Norður-Evrópu í einu kofforti. Auk margra annara handrita og kemur þessu heilu og höldnu til Kaupmannahafn í vörslu Danakonungs.
Hann safnaði handritum alla ævi og allt þetta safn hans fekk Árni Magnússon og inklúderaði í sitt safn og öll þau handrit eru merkt með fangamarki Árna, AM, og þess má kannski segja að þetta sé svolítið hans ósýnilega framlag til fræðana. Í öðru lagi það þessi textafræði sem að hann sem sagt sér að koma á fót, þessi textafræðilega stofnun sem kemur á fót á bænum sínum þannig á Stangarlandi, þetta rétt við Haugasund í Noregi. Hann með marga skrifara en eitt þeirra hvað ötulastur og bestur, Ásgeir Jónsson heitir hann, skrifaði 110 handrit upp fyrir Þormóð, oft gerðan upp undir 3 afrit eða 3 kópíur af hverju handriti og til að gera langarsögu stutta þá til dæmis eins og með líkilverk eins og Heimskringlu og Fagurskinnu, það væri ekki hægt að endurgera texta þessara verka nema fyrir þessi afrit sem að Þormóður lét Ásgeir gera því að frumritin brunnu í Kaupmannahöfn 1728. Í þriðja lagi hann síðan æðislegur miðlari og stjarna á sínum tíma af norrænum menningararfi. Svo annars vegar eins og við komum inn á áðan var hann að þýða á dönsku, margt þýddi hann líka á latínu, en svo hann sem sagt sagnaritari sjálfur og hann þá að ávarpa alla lærða menn heimsins sem allir kunnu latínu þá og endur segir, túlkar, vegur og metur hvað sé satt, hvað sé logið í fornsögum og miðalega þessum heimi alveg glæsilega í sínum ritum sem voru, latínuritin eru 10-11 að tölu ef maður tekur það allt saman, minnstór vitanlega og þarna hann þróar vissa aðferð, það eiginlega hann hefur voðalega fáa svona brautryðendur, hann býr til svona heimildarýnis aðferð og hann stjarna, hann myndaður með lárviðakrans kringum sig, Snorri og Saxó til hliðana og svona alveg fram á seinni part 18. aldar. Svo gerist eitthvað í mannsandanum, í sögu mannsandans. Hans framlag endist ekki? Nei, það kemur einfallega ný heimildarýni, það kemur ný hugsunartíska. Hann úreldist. Hann úreldist, því að Þormóður á sinn hátt alveg glæsileg blanda af miðaldamanni og nútímamanni. Hann á þessum skilum þegar að hugsun okkar að breytast mjög hratt og mjög mikið og hann fer að fá á sig svona á 19. öld snemma, fer hann að fá á sig gagnrýni fyrir að vera svona fantasíumaður, hann gerir ekki greinamun á kynjasögum og alvörusögum og hérna svolítið eins og þú ert gagnrýndur fyrir. Hann óvísindalegur og svo framvegis sko. og meðan að sko Árni Magnússon sem var kannski svolítið langt á undan sínum samtíma og veðjaði svona á réttan hest, hvað var það svona vísindi framtíðarinnar. Þá Þormóður gagnrýndur og langt fram á bara síðustu daga, síðustu ár. Þú veist, fólk að skrifa hann og svo, já, það þessi fantasíumaður þarna sem að, en menn svona ekkert að reyna mikið að setja sig inn í hans aðstæður eða hans hugsunarhátt eða jafnvel að lesa hann, það svona ekkert verið að keppast við það endilega. Þannig að hann svolítið dæmdur fyrir það að vera í sínum samtíma og ekki í framtíðinni, hann Þormóður. Og það sem mér var í mun með þetta hér var að
í stað þess að fordæma það sem að er öðruvísi en hvernig þú átt að hugsa í dag og gera hlutin í dag, að reyna að beita smá sympatískum lestri, reyna að setja sín í hans menningarsögulega samhengi og skilja að þar er allt rökrétt miðað við það sem að hann hafði fengið gefið og það er svona kannski tímarnir sem að skína svolítið í gegnum þetta, þessi totalitarianismi núsins sem að vill ekki sjá neitt annað en það sem akkurat eru gildi og viðmið í dag. Þetta er mjög hættulegt, finnst mér, ef að þetta er orðin einhvers konar algild regla í sagfræði, vegna þess í sagfræði þá verður maður einhvern veginn geta umborið allt aðra menningu, allt aðrar hugmyndir og gert þeim skil á þess að fordæma eitt eða neitt. Þannig að þetta var svona tilraunin, bæði að gefa innsýn í þennan tíðaranda og þessar breytingar sem er að eiga sér stað, gefa innsýn í þetta kapplöp söguna sem við vorum að tala milli Svía og Dana og gefa svona náttúrulega rekja hans líf eins og hægt er og gefa síðan yfirlit yfir hans verk og hvernig hann vann þau. Þannig að það var svona mitt verkefni í þessu áfrýja hans máli til til Hæstaréttar sem eru lesendur. Hann á ekki að vera svona gleymdur eins og hann er. Það er ekki alveg rétt. Við vitanlega má segja að margir eru gleymdir og annað slíkt það er til dæmis tek eftir því þegar að ég fer að vinna við þetta og ætla að fara að ná mér í svolítið mikinn litteratúr Brynjólf Sveinsson Skálholti. Þann mikla velgerðamann líka að það er engin litteratúr til hann. Það er til eitt greinasafn, það er til nokkri bæklingar, greinasafn eftir fræðimenn en hans líf hafa aldrei verið gerð skil. Ferð í Skálholt og það er engin steinn, það er engin sem veit hvað Brynjólfur er og Þetta er hann vitlausum megin sögunar líka? Nei, hann er ekki jafn vitlausum megin sögunar. Hann er svo sem alveg og hans glæpur svona meira gegn sinni dóttur eins og við lítum á það í dag þó hann væri auðvitað aðþrengdur af sínum tímum. Er náttúrulega ekki eins mikill og sá glæpur sem að Þormóður hafnar í þarna með að svipta þennan mann lífi. En Þormóður hefur eiginlega ekki fengið neitt svona gegnum tíðina nema neikvæðum að lefa fær ykkur en þó gerðist nokkuð fyrir nokkrum árum síðan í Noregi og það er kannski sú alda sem ég hengdi mig dálítið á að maður fór að opna svolítið augun fyrir Þormóði og hans starfi og nokkrir og það hans túlkunum og hans sýn á fornleifar og bara og hans litteratúr sem er náttúrulega mestur á latinu og norðmenn nokkrir komu saman og stofnuðu félag, fengu pening og gerðu sér lítið fyrir og þýddu alla Noregsögu Þormóðar sem kom út í 8 bindum á norsku með latinu fólki og frá öllum heiminum nánast, öllum sem til voru, miskust í Norður-Evrópu. Það er mikið verk og síðan hafa komið svona kannski nokkrar stúdíur og minni greinar og annars sem að svona aðeins hafa farið að líta á hann svona réttari og mildari augum, má segja. Þannig að þetta er svona kannski mitt bídrag. En er það ekki þannig, Bergsveinn, þegar menn velja eitthvað að skrifa kannski þann sem er ekki til allt og mikið að heimildum að þá eru menn mest að skrifa sjálfa sig?
Sko, það Þarft þú ekki að skrifa einhvern veginn, hugsa þig inn í Sko, það Þormóð? Jú, sko, þetta er raunni mjög stór spurning, sko. Ég myndi segja til dæmis varðandi það þegar þú skrifa skáldsögu, þá verður að tengja. Það er ekki forsenda þess að þú getur skrifað einhverja sögulega persónu fræðiritt að þú tengir, en það er En þú vilt nú nota svolítið, hvað myndir maður segja, tækni rithöfundarins í þinni fræðimennsku? Það er það sem hefur verið svona, það sem ég hef verið að reyna með þessu við lítinn orðstýr hér á landi en þó ég sé svona, því sé betur tekið annar staðar. En það sem ég hef verið að benda á... Þetta er norsk bók, þú skrifar hún á norsku. Ég skrifar hún á norsku. Þetta er íslensk þýðing og ekki til þig? Ekki þýðing, hún er aðlöguð. Sko. Aðlöguð. Já. En er bókinni gefin út inn í norskt samfélag? Hún er gefin út inn í norskt samfélag. Það er ósanngjarnt að segja það. Nei, það er alveg rétt. En henni er tölvöld breytt. Það er mikið tekið út og annað sett inn fyrir íslenska lesendur. En þetta er alveg rétt. Mín metóða er svo. Ég einfallega fylgi þeirri línu að ég er náttúrulega að skrifa fyrir almenna lesendur. Ég er ekki að skrifa fyrir aðra akademikara eingöngu. En það er leiðilegt kannski públikum að skrifa fyrir þröngt og... Jú, það er bæði lítið og getur verið svolítið smásalarlegt. En það sem að ég er kannski mest að hugsa er það að maður hefur séð og menn hafa séð mikla gjá myndast á milli annars vegar svona akademískra sagnfræði og alþýðu manna. Og mér finnst það að vera ákveða hættumerki og ég síðan fór að fálma í þessa átt og þá fór ég að finna fyrir því að það er mikill áhugi á sögu. Akademían er hins vegar bara ekkert að sinna honum. Og skapa vandamál í samfélaginu þar sem að almenn umræða byggir oft upp á löngu úreldri sögu. Stjórnmálin byggjast upp á bara Íslandssögu, jólasögu. Nákvæmlega. Ég myndi nú bara orða það þannig með smá svona breytingu á Dostojevski gamla, sko. Að sem sagði að Guð var ekki til, þá var allt leyfilegt, sko. Ef að manneskjan, ef að sagan er ekki til fyrir manneskjunni, þá getur gert hvað sem er við hana. Það er hættan. En lifum við ekki þannig tíma? Jú, við lifum þannig tíma svolítið. En maðurinn sem sagði endalók sögunar, hann hafði rétt fyrir sér. Þetta hafi dreigið aðra álítanir. Rauðulega tíminn sem er liðið þá er einmitt eins og þú ert að segja. Það er sagan er dauð og þá er allt lefilegt. Sagan er miskunst óðum að deyja og ég líti á það sem svona, ef ég get eitthvað hjálpað og þá kemur maður alltaf að þessum sama, Gunnar, og það er það að ef þú ætlar að fá lesanda til að hanga í þér og lesa það sem þú hefur skrifað og þetta þurfi ekki akademikar að hugsa þeir sleppa alveg við það. En ef þú ætlar að halda lesanda við eitthvað efni þá verður að virða ákveðin lögmál mannsheilans sem varða frásagnir og sagnamennsku sem að sko gerir það verkum og þú þarft að einhvers konar reyna að mynda sögu úr brotakendum heimildum, þú þarft að sviðsetja aðeins, þú þarft að fá persónu til að lifna við, þú þarft að víkja burt, hefja hugan yfir þessi míkróísku vandamál sem eru núna sem sagt kannski einkenna akademist fræðastarf og reyna að horfa breiðar á allt saman. Þú þarft eiginlega að horfa tilvistarlega og sálrænt á þessa sögu sem þú ætlar að miðla. Þá er þín saga líka orðin svona enganleg og það er erfitt að leggja dóm á hana og kannski er það ástæðan fyrir því að verkum þínum er mist vel tekið af akademikum. Já, þetta er náttúrulega ekki... Þeir eru ekki hilluð til þess að setja þetta upp á. Nei, í rauninni það sem að hefur komið mér mest á óvart er hversu lítið þeir hafa á mig. Miðað við að eins og ég hugsaði til dæmis með Svarta víkingin að ég stilli mig ærið laglega til höggs á mörgum stöðum þar og svo sem bara nokkrum gagnrýnisröddum en
það er einhvern veginn hurfu með það að all flestir, og mér er boðið háskóla allt til að tala þetta efni, og all flestir klappa á öxlina á mér og þakka mig fyrir að þora að gera þetta. Og ég held að það sé líka viss þreyta í akademikurum að fylgja þeirri orðræðu sem hefur myndast þar. Þar sem þú ert einhvers konar objektífur andi, talandi að ofan, og þín persóna eða þú eða þín manneskja kemur þar hvergi nærri. Og þetta er tískan. Það er ekki guðdauður eða sagan heldur að manneskjan dauð inn í akademíu. Já, hún fær ekki pláss. Skilur eftir í fatahenginu. Nei, og hún er þá tengd við það sem að þessa hættur sem á að útiloka eins og til dæmis ímyndunarafl, undrun, áhuga og annað slíkt sem að eru algjör bannorð vegna þess að þau geta leitt menn, telja menn á glapstugu, tilfinningar, algjört bannorð og þess vegna hef ég dálítið hugsað, og ég hugsaði dálítið vel þetta þegar ég fór út í þetta og skoðaði svolítið, ég reyndar skrifaði doktorsritgerð mikið til kognitíva sálfræði og las mér dálítið til mannsheilann. Og mér fannst mjög áhugavert að lesa það og lesa til dæmis svona taugalíffræði og annað slíkt. Og þá er búið að gera hellingsrannsóknir á því. Til dæmis við lærum það þegar við förum í háskóla, þessi dikotómía, hún er alltaf þarna, annars vegar tilfinningar, skaldskapur og fantasía og allt þetta barslega. Svo hins vegar þetta henda því og svo átt að koma og svo hugsa röklega, radio, logos og skynsemi. Sko, það kemur af mannsheilanum, og þetta er dálítið mikilvægt að hafa með sér, finnst mér, er að það er búið að rannsaka fólk sem að hefur skaðað prefrontal cortex, þess að ennis heila blaðið, það sem að tilfinningarnar eru. Og það sýnir sig að það fólk getur ekki að hugsa rökrétt, skynsamlega. Það er að segja, dikotómían er bara tilbúning og hún er ekki til í sjálfu sér, hún er tilbúning. Ég er ekki að tala á móti skynsemi hérna, það mátt ekki skilja það þannig, eða á móti rökhugsun eða einhverju slíku, það er ekki þannig. Það er bara þannig að það án tilfinninga er engin rökhugsun til. Og þetta er eitthvað sem má alveg bara fara að skoða og inkorporera, og það er þannig að þú veist, á 18. öld þá var svokallar pýrónískur skeptisismi mjög í tísku. Hann gekk út á það að afmá spor sagnfræðingsins, afmá allt hið manneskjulega subjekt og finna bara staðreyndirnar. Ekkert annað en blákalda staðreyndir. Og það kom á daginn. Sem er þá eins konar lygi þá? Nei, það getur alveg verið rétt. En það er bara einhverjir punktar. En ekki sannleikur. Nei, og svo má alltaf efast það hvort það getur verið alveg rétt. Það má efast það endalaust. Og niðurstaðan var oft svo að menn gat ekki skrifa neitt. Þið gátt ekki sagt þetta einasta orð. Árni Magnússon ágætis dæmi þetta. Hann er fleiri ár að útbúa útgáfu af Íslendingabók og kom aldrei út. Af því að hann var ekki alveg viss að það væri allt alveg rétt. Varðandi tímatal og annað slíkt. Þannig að Sættir þú þig þá við að hafa svona temmilega rangt fyrir þér? Ég segi það í mínum bókum. Það er samkomulagi sem ég geri við mína lesendur. Ég get ekki alltaf hitt á rétt. Það sem samkomulagi mitt er hins vegar það að ég segi lesendunum frá mínum heimildum hvað ég byggi á og í eins konar trúnaði við hann þá býði honum að upp á túlkanir á þessum heimildum. Hann, ég reyni ekki að neyðan til þess að vera sammála mér. Hann getur verið ósammála mér, hann getur séð eitthvað annað
mynstur úr þessum heimildum, þá það velkomið. En þá erum við komnir úr einræðu hins alvitra yfir í einhvers konar díalóg, samræðu söguna og það það sem þarf til þess að þú viljir lesa áfram að mínu mati. En ég spurði áðan hvort að þeir sem að skrifa sögu annara manna sé ekki að skrifa sína eigin sögu. Og við þekkjum það náttúrulega bara fólk sem að skrifa stórar persónur í sögunni yfirleitt að skrifa sjálf á sig eitthvað. Það fær maður ofta á til. Já, sko, ekki þormáðu þessara bókar svolítið Bergsveinn Birgisson? Sko, þetta margliða spurning. Ég hef verið að tala um það að sagnfræðingur sem miskusti ætlar að ná út til fólks, hann á ekki að fela sitt súbjekt, en hann á að vera ærlegur með þetta súbjekt. Svo hvaðan þessi hlutlægni, objektivitet, þú veist, það sem maður sér kannski í akademísku starfi þú getur dulið, þú getur kamúflerað þína meiningu, þitt subjektivitet, þína tilfinningu með algjörlega hlutlægum stíl. Mér finnst það ekki ekta. Mér finnst það að vera meira ekta eins og til dæmis Finnur Jónsson gerði með sín dróttkvæði, hann segir, ég skil þessi kvæði svona. Ég rekonstruera þessi kvæði út frá þessari heimspeki minni. Og þegar þú færir þá heimspeki, þá getur þú skilið að hvernig hann hefur túlkað þegar hann að normalisera kvæðin og þú ert með miklu ærlegri útgangspunkt og það held ég að sé það mikilvægi í þessu að maður sýni sitt subjekt. Já og nei. Bókin kannski Bergsveinn að segja okkur frá Þormóði, frekar heldur en að það sé eitthvað. Já, það náttúrulega það sem að... Það getur losna að vinna Bergsveinn hana. Það hann sem að segja okkur þessa sögu. Hann þetta subjekt sem að segja þessa sögu. Það alveg rétt og hann skamma sín ekkit fyrir að vera subjekt því hann því miður manneskja og hann ekki andi úr himnum. Og það það sem að ég veit að þarf af því ég rithöfundur, þá veit ég að ég þarf það til þess að ná mannsheilanum á band með mér og þess vegna vil ég það. Því að neyðin stór, það þarf að koma út sögu til fólk sem það nennir að lesa. Ég sá að Már Jónsson var að skrifa bókina, var að gagnrýna hana. Og þú ert í deilu við Seðlabankastjóra hérna Svarta víkinginn. Já. Hvað veldur því að það eru svona deilur í kringu þig og þín verk? Er það vegna þess að þau eru nýstárleg? Er það vegna þess að þú ert forn í skapi eins og þú kynntir sjálfa þig upp að? Já, ég leit á það nú meira svona jákvætt, sko. Sem vera til dæmis nútíma maður finnst mér alveg hræðilegt. Það skammarið þig. Skammarið þig svona. Þetta sko deilur mínar við Seðlabankastjóra ganga út á allt annað. Það ganga náttúrulega út á það að ég sé mínar hugmyndir þar reifaður í hans bók á þess að hennar sé getið. Ég leita á það sem borgarlega skyldu mína að láta vita af því og það svo sem dregur langan dilk á eftir sér en ég hins vegar búin að gera grein fyrir því máli í 2 greinum, annari birtri í sögu núna 2022 og hinni á minni heimasíðu. Þannig að meir get ég ekki gert þar. Það hins vegar, við vorum að tala pýronískan skepsis eða skepsisisma, þar að segja þetta með að maður eigi ekki að nefna neitt nema það sem algjörlega skjalfest og sem heimildir eru fyrir. Og mér sýnist að Már Jónsson sé svolítið á þeirri línu og þannig lagað séð vill hann ekki hafa neinar túlkanir eða tjáningar það hvernig hlutir geta hangið saman mögulega. Það hins vegar þannig með þessi dæmi sem hann tekur sem að mér finnast vera alveg undarleg vegna þess að það hefði verið miklu betra að taka dæmi af því þegar ég lýsi því þegar að
Þormóður fer að tala við kúna sína sem að ég segja hafi heitið Auðhumla og fer að segja frá sínum raunum við þessa kú. Það hefði verið miklu betra að taka það heldur en akkur þessi Samt dæmi sem að kórugt þeirra kúin eða Þormóður voru til frásarðum. Nákvæmlega. En akkur þarna er tekið eitthvað það eru vitlanleiðslu sem að ég fann í gegnum þennan danska lækni á Samseyju sem að bendi mér á að þessar vitlanleiðslur yfirheyslur væru til og ég les þetta nákvæmlega og reyna að rekonstruera þarna út frá því og túlka þá að þarna hafi átt sér stað einhvers konar ástarþríhyrningur. Ég geri grein fyrir því að þetta er túlkun og hvað stendur í þannig að menn þurfa ekki að vera sammála því frekar en vilja en þarna kemur þá maður sem segir þessi rangtúlkun. Önnur dæmi eru svolítið í sama stíl að það má ekki reyna að finna samhengi eða túlka. Þarna á bara maður að hafa drepið mann út af neinni ástæðu. Það er það eina rétta. Það sem ástæðan ykkur ekki fyrir þá er engin ástæða. Nei. Þannig að þetta er aldrei formið enn og aftur og það hef ég auðvitað fundið alveg fyrir að við erum bara einfallega með þessa dikotómíu, þessa tvend í huga okkar að við erum með skáldskap annarsvegar, meinlausir, intellektuellar svona að skrifa sögur eitthvað, skilurðu. Hins vegar ertu með fræðimenn eða vísindi í einhverju allt annari kategóriu og þetta er orðið aldrei mitt lífsprojekt að reyna einhvern veginn að fá þetta til að mætast á einhvern hátt, búa til einhvers konar, þetta er mín tilraun. Ég endurteki, ég segi það í öllum mínum bókum, ég að gera tilraun til að tengja þetta saman af þeim ástæðum sem hafa komið fram hér. Og vitanlega stuðar þetta menn vegna þess að þetta gengur í hvoru kategóriuna og svona tveggja heima maður og til eru hvorum þó. Já, ég hafna þarna milli stólana milli þessara kategória sem í fræðimennsku og skáldskap. Já. Þú ert sömurleiti gefur þetta út í Norri en býrð hér og til íslensku menningu. Já. Þú segist vera forn í huga og ert elskur af miðöldum og skeptískur á nútíman, þannig að þú ert að margan hátt svona tveggja heima maður sem að til eru hvorum þó. Já, það má segja að ég hafi af einhverjum ástæðum fundið minn farfið þarna í sköruninu á milli og kannski er það einhvers konar lundarfar strandamanns þar sem að við erum mjög fá á ströndum, þar sem að búðamaðurinn er gjarnan líka organistinn og sagnamaðurinn og jafnvel með fleiri og gerir við bíla líka og kannski lítið á það sem að það sé hlutverk mitt að hafa fleiri neitt hlutverk. Það er eitthvað frjósamt það sem að mætist fjara og sjór og ferskvatn og jökulvatn og það er miskusti, mér finnst það afar frjósamt að skoða mörkin þarna á milli skáldskapar og vísinda vegna þess að bæði þessi form hafa eitt markmið, það er sama markmið að þeim báðum. Það er það að við fáum tækifæri til að sjá heiminn upp á nýtt, sjá einhverja hluti sem við vorum búin að ákveða að væri svona, við fáum að sjá þá alveg upp á nýtt, skilja eitthvað alveg nýtt samhengi í kringum þessar hluti, þannig að markmiðið er það sama. Hjá hvort sem að við tölum Einstein eða Cervantes. Þetta eru menn sem snýru dálítið heimsmyndin á sín tíma á hvolf. Þannig að þegar maður síðan fyrir að skoða mannsheilan og hvernig hann virkar, þá sérðu að þessar dikotómíur sem búa til hér í ytri raunheimum, þær eiga sér ekki stað hér inni. Sjón okkur ekki? Nei.
Og þú telur það að vera alvarlegt, þú talar áður svona söguleysið og svona, þú telur að það sem þú ert að reyna að gera sé mikilvægt vegna þess að ég allavega sé eitthvað megin í menningu okkar og svona samfélagi. Ég fæ merkingu í mitt litla líf við það að reyna að gera það sem ég get og á minn hátt. Og ef að það hjálpar, ég hef fundið mjög góða strauma frá lesendum þó að það sé ekki frá æðstu menntastofnunum, þá það frá lesendum sem ég fæ þetta góða þakklæti og það fólki sem heldur mér uppi og hefur haldið mér uppi og já, mér finnst það alvarlegt að það sé verið að rannsaka eitthvað upp á háskólum sem að alþýðafólk sem að borgar fyrir þetta fær ekkert að vita og við lifum á þeim tímum þar sem við erum aldrei verið mikilvægir að þekkja sögu sína, þekkja þau viðhorf sem eru í gildi núna, hvaðan þau eru komin, af hverju þau eru tilkomin og það ætti að vera einmitt mjög hæfandi að segja þetta hér í þessu rauða herbergi því að það er samhengisleysið þegar það verður rof og þegar það verður samhengisleysi þá geta stjórnmálamenn, þá geta þeir sem ráða, ekki stjórnmálamenn reyndar en aðrir, farið að gera ýmislegt við mannskepnuna sem að mun auka hennar þjáningu. Herðu, svona enda þarna. Takk að þið kjallaði fyrir Bergsveinn og Þormóður. Gaman að fá að koma til ykkar og til þinguna Smári og takk fyrir allt það frábæra og góða starf sem þú og þið vinnið hér á þessum vettvangi. Gera það ekki fyrir það. Ég kem því til skila hjá þeim sem að eiga skilið og hafa lagt hérna ýmislegt til. Herðu, við segjum þetta gott í kvöld. Minnum á að þið geti hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna með því að dreifa efninu, læka síðunar á Facebook og YouTube. Þeir sem að vilja styðja samstöðuna geta gengið í Alþýðufélagið, það er fjárhagslegu bakhjarl samstöðunar. Það er gert með því að fara inn á samstöðum.is og þar er nappur sem heitir skráning. En ég þakka gestum minni kærlega fyrir og ykkur sem hafa komið að borðinu og hlustað og segja góða nótt.